Heyrðu Óttar, mér langaði bara kannski aðeins að byrja því þú Erum við byrjað? Já, við byrjum bara. Og við svona, þú ert af ákveðinni kynslóð og ég, foreldrar mín eru sömu kynslóð þú. Þau alveg elska pislana þína. Og þau hafa stundum hengt upp á ískáp, sko. Já, gaman að heyra. Og mér langaði aðeins að ræða við bara þetta, svona, þú hefur verið að vinna sem gæðlæknir lengi og þetta kynslóðabil, þar sem að þetta er kannski umræða sem svolítið, maður þarf að fara varlega inn í hana, en þetta einhvern veginn, ég ætla ekki að kalla það aumingjavæðingu, en það að við erum byrjuð að greina allt. Og bara eins og pistil sem þú skrifaðir það sem þú svona varst að tala að væri raun og veru ótrúlegt og hefði getað komist í gegnum æskuna þína. Já, það var pistil sem skrifaði fyrir löngu síðan sem hét Hvernig lifðu við þetta af? Akkurat. Og það eiginlega, hann vakti ekki mikla lukku, skal ég segja. Það voru mjög margir sem voru mjög fúlir yfir þeim pistli, sko. Ég fekk kaldar kveðjur frá læknum og þvíumlíkt, því að ég var svona veltaði fyrir mér hvernig mín kynslóð lifði þetta af að hafa engin öryggisbelti og enga hjálma og leika sér í húsgrunnum og teika bíla í strætó, í hálku og þvíumlíkt. En það var náttúrulega svona annað andrúmsloft í samfélaginu og fólk var ekki orðið eins sko öryggismeðvitað það í dag. En síðan getur það alveg gengið út í öfgar og við erum náttúrulega með, fólk náttúrulega breytast hægt og bítandi í öryggisfíkla, þannig að þetta verður svona öryggisfíkn að það má ekkert sko út að bera. Erum við ekki komið svolítið langt í þá átt? Við erum komið mjög langt í þá átt og það er náttúrulega til góðs í sjálfu sér, en svona það er alltaf spurning þetta að hefta frelsi einstaklingsins og að taka á honum ráðinn og hvað má gera það, hvað má umfang þess vera, á þetta vera þannig að við lifum alltaf, við fæðumst bara inn í ákveðin kassa og erum þar í þessum ramma og lifum þar mjög vermdaðri tilveru, hvað má einstaklingurinn gera í raun og veru. Hverjir voru það sem voru að gefa þig kalda kveðjur eftir þetta? Það voru til dæmis læknar og slysadeild, þeir voru ansi fúlir yfir þessari, svona þeir fannst þetta mjög gáleisislegt og svona eitthvað að tala svona þetta og svona, ég finnst svona kaldar kveðjur að það hefði verið svo margir náttúrulega sem ekki hefðu lifað þetta af og hefðu lent í slysum og þvílíkt og ég ber náttúrulega fulla virðingu fyrir þeim en ég var svona að ræða kannski þessa breytingu sem er orðið á samfélaginu, þetta öryggi sem er allstaða núna og maður svona eiginlega svona reikna með því að ef maður er ekki með hjálm alltaf að þá koma til með að deyja sko, ef maður er ekki með hjálm á hjólinu sínu sko, og fólk kallar, ég hjóla nú mikið bæinn sko, ef maður er hjálmlaus þá er fólk mjög meðvitað þetta sko, það kallar til mann sem maður eigi að vera með hjálm og svona stemmingin í samfélaginu er þannig að ef þú ert ekki með hjálm á hjólinu þá náttúrulega gerist eitthvað voðalegt fyrir það síðar og þannig að þetta er svona ákveðin líka svona ákveðin svona katastrófu hugsun sko að við erum alltaf að bíða til eitthvað voðalegt gerist og þá ætlum að vera tilbúin. Er þetta ekki ákveðin lykil umræða sem við erum komin í þarna af því að sko einhvern veginn annars vegar þetta að þú meir bara fara þér algjörlega á voða og síðan hitta það sko einhvern veginn kannski að hugsa á ferðalögunum mínum þá svona kannski það íktasta sem ég hef séð, það var í Asíu þá sá ég einhvern tímann held ég svona barn sem hefur verið svona 9-10 ára gamalt að keyra mótorhjól og það var með 2 systkini sín aftan á mótorhjólinu, annað hefur verið svona 4-5 ára og það hélt á eins árs barni á annari hendinni. Við klárlega viljum ekki vera þar, en síðan erum við komin í hina áttina þar sem í raun og veru jafnvel komið þangað að börn fá ekki einu svona að brenna sig sko. Já, en við sko, mistök, þetta sér maður mjög víða í ákveðnum löndum, þessi svona allt upp í 10 manns á einni lítilli vespu og enginn með hjálm og við sjáum líka alveg hvernig fólk er pakkað í bílana og það er enginn með öryggisbelti, en þetta vitum við það líka að slysatíðnin er mjög há í þessum löndum. Það sem er að segja. Og svo er þetta spurning bara hvar á að draga línuna? Já, hvar á að draga línuna. Og það voru erfitt að meta það einhvern veginn, en þetta var svona, þetta er náttúrulega það sem ég veit ekki hvort þetta hefur að gera með sko kynslóðabil eða eitthvað því, þetta er bara ákveðin þróun í samfélaginu sko að svona það er kannski meira eftirlit með fólki og því líkt og núna þegar við erum komin inn í þetta samfélagsform að það er alltaf
alltaf haft eftirlit með þér, það er sko, það hvíla á þér sko vakandi augu 100 sko farsíma hvers sem þú ferð í raun og veru og ef þú gerir eitthvað af þér sem sé strætóstjóri sem að tekur upp sígarettu eða eitthvað þínu þá er sko upptaka af því er komið á netið sko innan klukkutíma og hann tekin á teppið og skammaður fyrir þetta og þetta er þannig að við erum komin aldrei í þetta eftirlit samfélag það er fylst með þér allstaðar hvað þetta gera sko. Mér finnst þetta að vera ákveðin kjarnaumræða þar að segja sjálfsögðu viljum við, það er kannski ákveðnar ástæður fyrir því við erum búin að fara í þessa átt af því við vorum kannski oflangt í hinn áttina en síðan kemur þessi spurning núna og hún að vissuleiti endurspeglar svolítið í COVID eins og þegar fólk hérna á að vera með app þar sem er hægt að rekja hvert þú ert að fara og alls konar það er svona, við skulum orða það þannig að það eru komnir ákveðna kjör aðstæður til þess að búa til meira stórabróður samfélag. Já, þetta er orðið stórabróður samfélag og rakningarappið er náttúrulega bara, það er ákveðna persónunjósnir sem að felast í rakningarappinu að stóribróðir eða einhver opinber stofnun geti fylgst alveg nákvæmlega með því hvert þú ferð og hverja þú umgengst. Hvar á maður að draga línuna þarna með annars vegar að maður hugsi, þetta er bara velvilja fólk sem að er að reyna að koma í veg fyrir smitsjúkdóm versus það að hugsa, það mannkynssagan segir manni og það hefur stundum endað illa þegar við erum komin í stórabróðarsamfélag. Já, sko, í stórabróðarsamfélaginu er eiginlega bara velvilja fólk, sko. Í 1984 eftir Orwell, þá var mjög velvilja fólk sem hafði eftirlit með öllum, þannig að þetta er alltaf mjög, sko, velviljað fólk sem er að hafa eftirlit og þvílit og það er allir sammála um það að þeir sé að gera það besta fyrir þegnana og allir einræðisherrar þeir eru á því að þeir séu að gera það besta fyrir þegnana þó svo að þeir sko, þannig að það er líka galdurinn við þetta sko, að það er allir að gera sitt besta þetta er veljilega fólk og þvílíkt en það er spurning svona með þetta frelsi einstaklingsins og það er náttúrulega í þessum á þessu smitrakningatímum að þá er það í sjálfu sér mjög lítið og það er farið að setja menn í sóttkví og einangrun og þvílíkt og Hvað myndir þú segja sko, því ég svitna bara við að taka þessa umræða því maður er, við erum komið svolítið þangað að maður er skammaði fyrir að bara spyrja á hverjana spurning og svona, en mér finnst einmitt, ef maður horfir á mannkynssöguna, jafn mikið og maður gæti sagt, ok, við viljum ekki að fólk veikist, auðvitað viljum við passa að það verði ekki smit og allt þetta, þá verðum við alltaf, ég var nú með Erp Eyvindason hérna hjá mér daginn og við vorum með þetta maður verður alltaf að vera vakandi fyrir því að valdið sé ekki að ná í meiri völd yfir lífi einstaklingsins. Erum við ekki á tímu núna þar sem við þurfum svolítið að vera vakandi? Jú, við þurfum alltaf að vera vakandi en þetta eru náttúrulega mjög skrýtnir tíma líka og við erum með þessa skrýtnu sóttvarnalöggjöf sem að náttúrulega svona bindur dálítið hendur einstaklingana. Og þegar þú segir skrýtnu, finnst þú skrýtnu? Já, hún er svona, hún er mjög takmarkandi og það virðist vera sko það eru stjórnvöld geta í raun og veru sko skilgreint síðan hversu mikil hættan er og hversu mikil hætta er af ákveðinni drepsótt og þvílíkt og það er náttúrulega í þessari COVID-umræðu, það er alveg endalaust deila um það hvort að sko að það er enginn sem að efast um það að þessi bylgja sem að gekk inn í vor að þar veiktist fólk alvarlega en það fólk virðist ekki veikjast eins alvarlega í þessari bylgju núna þannig að þetta er öfugt við spænsku veikina sem að kom fyrst mjög væg og síðan kom hún af fullri hörku og þannig að þá er spurning þurfum við að setja svona mjög takmarkandi lög og reglur jafn takmarkandi lög og reglur núna eins og í vor ef að pestin er ekki eins skæð, það er engin eða hvað, einn eða tveir á spítala núna miðað við það að það voru fullar deildir af fólki í vor innan á sjúkrahúsinu sem þýðir náttúrulega að pestin er ekki eins skæð en þetta er mjög alvarleg pest og ég held að maður eigi ekkert að gera lítið úr því. En einmitt þetta, bara núna, við erum að taka þessa umræðu og stundum áður minnst á því þessum þáttum að maður næstuði verður hrættur bara við að taka einhverja umræðu, þó maður sé bara að ræða málin að því eins og þú segir, það er enginn að gera lítið úr pestinni þó það sé eins og Þórólfur sagði sjálfur daginn, það er kannski komið tími núna til að skoða hvort hún sé vægari núna. Ættum við þá ekki öll að geta verið sammálum að það séu gleðifréttir? Jú, það eru gleðifréttir. Sko, er þá ekki smá skrítið að fjölmiðlarnir einhvern veginn ítið í upp að það séu bara ekki gleðifréttir og við þurfum þá eiginlega bara að skoða hvort þetta sé ekki verra?
Jú, náttúrulega fjölmiðlar hafa ekki bara á Íslandi heldur út allt hafa náttúrulega gengið algjörlega göflunum í þessari COVID-umræðu og þetta Já, þetta náttúrulega orðið allt of mikil umræða og það eru COVID-fréttir eru fyrstu 4-5 fréttirnar á RÚV alltaf, það alltaf verið að segja frá COVID, það eru nýjar tölur úr COVID, þetta svona dálítið eins og að segja hálfleikstölur í fótboltaleik og hvað margir hafa smitast og hvað margir einangrun og hvað hafa margir þetta og svo framvegis og fólk bíður eftir nýjustu tölum eins og bara á kosningakvöldi af nýjustu tölur úr kraganum og svo fólk að draga ykkur álítanir af þessu og þetta náttúrulega sem að þannig að ógninni dálítið viðhaldið þannig að það alltaf verið að minna fólk á þetta að þetta séu mjög viðsjárverðir tímar og fordæmalausi tímar og þetta finn ég sko hjá mínum sjúklingum að þetta hefur áhrif þessi stöðuga ógn, það alltaf verið að minna á þessa ógn. Ég ætlaði að spyrja það út í það sem bara starfandi geðlæknir upplifir þú það þannig að þetta sé að valda bara geðrænum vandamálum hjá fólki eða allavega ít undir þau? Já, þetta að sjálfsögðu gerir það og það segir sér sjálft að þeir sem eru kvíðnir fyrir að þeir verða náttúrulega mun kvíðnari. Þeir alltaf verið að segja sögur af einhverju drepsótt sem að í loftinu og maður á að forðast þetta og forðast hitt. Þeir sem er árátt og þráhyggjuhegðuna, þeir verða enn verri og alls konar þunglindi, það náttúrulega versnar. Þetta eru þannig tímar og þá náttúrulega kemur þessi stöðuga umræða að hún hefur náttúrulega slæm áhrif á geðheilsu fólks og við höfum það séð svona talsvert eða ekki mjög marga en það fólk sem farið alveg í COVID-geðrof hefur bara einhvern veginn mist tökin á raunveruleikanum í þessari COVID-umræðu og allt í farið að sjá offsjónir og þvílið sjáð fyrir sér að helvíti opnist undir fótum þeirra og þvílið og þetta fólk hefur komið inn á geðdeild og fengi þar viðhlítandi hjálp og aðstoð þannig að við sjáum það náttúrulega þegar að svona ógn í andrúmsloftinu og það alltaf verið að tala um hana og minna á hana þá segir sér sjálft náttúrulega að fólk verður fyrir áhrifum að þessar umræðu. Myndirðu, því nú bara hefur maður kannski ekki innsýn inn í starf geðlæknisins eða geðdeildina eða svona, myndir þú ætla að það hafi orðið aukning í A, tíðni geðsjúkdóma og B, þá að geðsjúkdómar hjá þeim sem þegar voru komin með og hafi versnað eftir að COVID-tímabili kom. Það held ég að það hefur náttúrulega aukning núna á komum bæði til geðlækna, sálfræðinga og inn á bráðamóttöku geðdeildar og margir náttúrulega sem voru með undirliggjandi geðsjúkdóma þeir hafa náttúrulega upplifað þessa ógn sem mjög hættulega og þetta eitthvað sem hefur gert þeirra svona sjúkdóm verri. Það ekki vafa á því. Er þetta ekki eitthvað því nú svolítið verið að tala um að þessa dagana að ríkisstjórnin þurfa að gera úttektir á langtíma áhrifum? Er þetta ekki eitt af því sem þyrfti að taka inn í þá mynd? Jú, það verða alveg rosalega margar greinar og fjöldin allur af rannsóknum og þetta COVID-tímabil, það verður alveg það kemst enginn yfir að lesa allar það skýrslur sem verða skrifaður COVID-tímabilið á næstu árum. Þetta verður alveg viðfangsefni vísindamanna, sko. Hvernig myndir þú bara eða eftir bara gisk út í bláin? Hvernig heldur að við munum horfa á þetta tímabil sem eftir 10 ár? Sko, það fer allt eftir því hvernig pestin þróast, sko, og hvort að, sko, eins og þetta seinna smit núna, það virðist náttúrulega vera í rénun. Og þá spurning sko hvort að sjúkdómurinn verður deyr út eða hvort hann mun lifa með okkur áfram en á vægu formi og þvílíkt en þá munum við náttúrulega sko eftir 10 ár þá munum við velta því fyrir okkur sko voru þessi viðbrögð þar sem að efnahagslífið eiginlega meira og minna sett bremsa á allt efnahagslífið og við erum í sjálfu sér alltaf að fórna einhverjum hagsmunum í þessu COVID-máli. Spítalinn það öllum svona valkvæðum aðgerðum frestað, alls konar svona forvarnarvinnu frestað og allt mögulegt sem að sko spítalinn gerir ekki sem myndi gera annars vegna þess að spítalinn er svo upptekin við COVID, að greina COVID og taka á móti einhverju sjúklingum og þvílíkt. Og þá velti bara fyrir sér sko, er þetta réttlætanlegt? Er það réttlætanlegt að hætta að greina eða stunda ákveðna forvarnir
vegna þess að við erum svo einblína á þennan einstaka sjúkdóm og þá það kannski eitthvað sem að við vitum ekki í dag en sem við vitum eftir 10 ár var sjúkdómurinn nógu hættulegur til þess að við settum allt á hliðina fyrir hann. Einmitt, en þessi umræða og ég hef mikið verið að velta sér fyrir mér. Af hverju heldur það sé ekki búið að taka þessu umræðu? Heldur hún sé bara svona, fólk smeygt við hana af því að fólk náttúrulega eðlilega, ég sé þetta svolítið þannig að við erum öll búin að verða fyrir áhrifum að þessari veiru, þau eru bara ólík. Sumir eru skítrættir að fá veiruna, aðrir eru að missa vinnuna, en aðrir eru hrættir við stóra bróðursamfélag og svo framvegis. Og svo færir þetta einhvern veginn þær birtingamyndir að margir eru bara reiðir og maður upplifir það þannig að við séum ekki sérstaklega góði að taka svona umræðu án þess að fara í mannin en ekki boltan, sko. Já. Já, það bara það alveg erfitt, sko, að fara inn í svona umræðu, sko, kannski af einhverju viti eins og hún núna. Það svona ákveðið, ég skrifaði grein fyrir nokkrum mánuðum síðan í upphafið þessa faraldur, svo var þá að tala þetta hamfara blæti sem ég kallaði í samfélaginu og þá var það ekki bara sko kórónaveiran, heldur þá vorum við líka að tala sko yfirvofandi sko eldgos fyrir utan Grindavík og þá var hver fréttatíminn á fætur öðrum og þá var við að tala um einhverja spekinga sem voru að sko stóðu alvarlegi fyrir framan landakort og var veltaði fyrir sér sko hvaða flótta leiðir ættu Grindvíkingar að nota þegar eldgosi kæmi, ekki ef eldgosi kemur og menn áttu að fara annarkvort þessa leið eða hina leiðina, nú í verstafalli þá áttu að fara sjóleiðina og því líkt. Nú síðan erum við náttúrulega búin að vera með þessa hamfara hlýnun og allt það hamfara blæti í kringu það og það eru bækur skrifaðar og það eru loftslagsráðstefnur og það allt þetta sem hefur fyllt því og það voðalega sko. En þetta nýtt fyrirbæri? Og allir sem að sko einhvern veginn efast eða svona segja, þetta svona slæmt? Að þeir eru kallar einhver úrtölu sinnar og sko það eru bara menn sem að hafa ekkert vit á því sem að verið að tala. Þannig að menn þora ekki inn í þetta. Þetta svona þessi ofurþungi ákveðina svona vísindalega staðhæfinga og síðan tekur daldið fjölmiðlaheimurinn við sér og þetta verður svona mikil svona pressa á einstaklingin að taka þátt í þessu og ef einhver segir býttu en eru mikla líkur til þess að verði eldgos fyrir utan Grindavík þá bara sagt hvað vilt þú upp á dekk sko þannig hann segir það hann vísindamaðurinn þessi að það séu talsverðar líkur já ok en það hefur ekki gosið þetta núna í einhver 1000 ár akkur ætti það að gera það núna sko og það menn taka ekki þessa umræðu sko, þannig að... Ég ennþá svo mikið að velta þessu fyrir mér sko, af hverju eins og þetta sem við erum að tala sem að Þórólfur meira sér búin að tala með, ég veit ekki að hverju við erum komnir hérna á fullt í COVID. Já, ég baði að tala ekki COVID sko. Já, tala ekki COVID, en... Svona endar, nei, ég ætla að segja... Það eins og Hallgrímur Sáli Pétursson sagði sko, það sem að helst hann varast vann, var þó að koma yfir hann. Já. Það kemur fyrir. Já. En Nei, því Þórólfur sjálfur búin að benda á þetta með að það væri gaman að skoða hvort að veiran sé orðin vægari. Já. Af hverju ættum við ekki, að því nú er þetta búið að held ég að langi engan í þessar hörðu aðgerðir. Af hverju ættum við ekki að gleðjast yfir því? Mér finnst svo sérstakt að við getum ekki einhvern veginn, þú veist, nú kom læknir held ég bara fyrir nokkrum dögum og benda á þetta. Hann sagði það virðist mjög margt benda til þess að sé vægari. Samt virðist það ekki fá neitt vægi í umræðinu. Nei. Kanntu einhverja skýring á því? Nei, já, það náttúrulega bara kannski þessi katastrófu umræða sem að menn vilja vera í, sko. Menn eru mikið, það mikið kannski skemmtilega að tala sko, þessar verstu sviðsmyndir, eins og alltaf verið að tala núna, sko. Að tala það hvað gæti gerst og það eins og með eldgos yfir Grindavík, sko. Og hvað gæti gerst og hvað eru margir sem að eiga eftir að veikjast og svo hvað áhrif hefur þetta og þetta, þannig að ég bara veit ekki af hverju umræðan einhvern veginn fer alltaf á fullt að þetta sé svona að þetta sé svona heimur á helvegi, það svona daldið... Ég verði eiginlega að standa við það því við töluðum það í síman að ég myndi ekki tala um COVID. Nei, það var hægt að tala um COVID, sko. Hægt að tala um COVID. En mér langar samt bara í blálógin að spyrja umræðun landamærin, að því mér finnst svo mikið skort í þá umræðu
í mínum huga snýst hún ekki bara ferðamanniðnað, hún snýst að við viljum held ég öll búa í opnu landi, það ekki? Já, það held ég. Gleymist ekki svolítið að taka það inn í umræðuna, það rosalega dramatísk aðgerð að loka landi. Já. En það náttúrulega greinlegt að það ákveðnir stjórnmálamenn sem að reyna að finna höggstað á, náttúrulega pólitískan höggstað á ríkisstjórninni, að það hafi eitthvað verið gert sem átti ekki að gera, það hefði verið hægt að hafa landið lokað og koma þau vekk fyrir þessa seinni bylgju og því. Þetta auðvitað alltaf ákvarðanir sem verið að taka og ég held að menn hafi tekið mjög varfærnar ákvarðanir í þessu og auðvitað hefur náttúrulega þetta COVID-tímabil ekki haft neitt svipuð áhrif okkur hér upp á Íslandi eins og til dæmis í Bretlandi, Spáni, Svíþjóð og annar staðar þar sem hefur útgöngubann og samkomubann og guð má þetta hvað en þetta hefur ekki haft svo mikil áhrif á okkur þó að þetta hafa haft mikil áhrif. Ertu búin að fylgjast mikið með því? Ég er búin að fylgjast með mitt mikið fréttum frá Bretland og Bandaríkjunum. Já, ég er búin að fylgjast með því og fylgjast með þessu útgöngubanni og þetta allt saman náttúrulega eitthvað sem við höfum ekki upplifað. Ok, færum aðeins umræðina. Já, endilega. Og þá langaði mig að ræða svolítið við þetta með sem bara hafandi verið geðlæknir í öll þessi ár. Já. Þetta með hluti sem það var svona eitt af því sem ég langaði hvað mest að tala við þig, sem er þetta með ADHD, áfallastreitu, kulnun, síþreitu, alls konar hluti sem að maður hugsar, er þetta nýtt af nálinni eða erum við bara að byrja að greina þetta núna? Og hvar liggur línan á milli þess að við glímum öll við eitthvað sem heitir bara lífið og stundum eru erfiða tilfinningar, tilvistakreppa og alls konar hlutir og hvenær er þetta orðið eitthvað sjúklegt sem á að greina sem kvilla? Já, þetta er náttúrulega, þetta er mjög erfið spurning og auðvitað segir þessi sjálft að við höfum verið að fást við alla þessa hluti mjög lengi og menn hafa haft einhverja greiningu á mjög mörgu og áfallastreituröskunin, hún er kannski nokkra áratuga gömul en náttúrulega í öllum styrjöldum og hernuðum þá höfum við haft einstaklingar sem að hafa farið yfirum bara af stressinu og streitunni og hörmungunum í þessum ákveðnum styrjöldum og það er í fyrir heimstyrjöldinni og seinni heimstyrjöldinni og í öllum styrjöldum þar á undan þannig að við höfum þekkt þetta ástand en það sem að kannski hefur gerst núna hjá okkur er að þessar greiningar að þær eru orðnar mikið algengari og það voru, til þess að við tökum áfallastreituröskuna sem dæmi, að það voru ákveðin greiningar skilmerki varðandi áfallastreituröskun, að það átti helst að vera áfall eða áreiti sem að var virkilega lífshættulegt, að lífi einstaklingsins var ógnað og hann sem sé upplifði þá svo mikla skelfingu og síðan var þetta eitthvað sem að kom aftur og aftur, þá voru martraðir og endurteknar hugsanir og þínu. Þetta voru ákveðin greiningar skilmerki en núna er þetta einhvern veginn alveg búið að blása þessu fyrir bí þannig að það er gríðarlega mikið af fólki sem að telur sig vera með áfallastreituröskun eftir tiltölulega lítil áföll. Hvar liggur línan? Það er voðalega erfitt að segja það hvar liggur og það er kannski bara í einstaklingnum sem slíkum en svo náttúrulega hefur komið upp þetta líka í samfélaginu að allir sem lenda í ákveðnu áfalli alveg sama hvað það er að þá séu þeir með áfallastreituröskun. En lendum við ekki öll í áfalli? Allir lendi í áfallum og það segist náttúrulega sjálft að mannkynið er búið að vera á þessari jörði í svo sem eru 1000 ár og hefur alltaf verið að lenda í einhverjum áfallum og langflestir sem að lenda í áfalli þeir læra að lifa með áfalli og einhvern veginn áfalli verður bara hluti af þeim sjálfum og þeirra reynslubanka og þvílíkt en núna erum við kannski komið þangað að við segjum að ég lendi í áfalli þá hlýt ég að þróa með mér áfallastreituröskun og þá býð ég upp á áfallahjálp til að koma í veg fyrir það sem þýðir að allir eiga að fá áfallahjálp og alveg sama í raun og veru hvað skeður og síðan kemur þessi krafa í samfélaginu að allir eiga að fá áfallahjálp og eins og svona íktu dæmi að það var einhver ungur maður sem var hjá mér fyrir einhverjum árum síðan og er að tala um það að afi sinn hafi dáið á elliheimilinu Grund nýrætt og dó þar bara með eðlilegum dauða og svo segir ungi maður ég fekk ekki áfallahjálp og þá er þetta orðið einhvern veginn þá búið að snúa þessum hugtökum
þá er menn fættir að skilgreina áfallið alveg upp á nýtt. Akkurat. Og það það kannski sem að við sjáum og í allri þessari áfalla umræðu að það algjörlega búið að skilgreina áfallið upp á nýtt og hver einstaklingur skilgreinir það fyrir sig. Er það rangt skilja á mér að fyrst þegar ég var að heyra þetta hugtak sem unglingur þá tengdi ég þetta alltaf við hernað eins og þú varst að segja með styrjaldir og svona að það væri svona alvöru áfallastreita þegar þú ert búin að vera eitthvað staðar þar sem þú er kannski vakandi svo dögum skiptir, þú ert að horfa á lík og þú ert að horfa á fólk drepið og alls konar yfir í einmitt eins og þú segir að hlutir sem eiginlega allir lendi í allt í orðnir að einhverju áfallastreitur. Já. Jú, það er alveg rétt og þetta kom náttúrulega upp þessi greining, hún svona varð mjög almenn í Víetnamstríðinu. Þá voru að koma bandaríkjamenn heim úr stríðinu sem að voru mjög illa haldnir af þessari áfallastreituröskun og einmitt hafðu lent í svona einhverjum miklum mannraunum og miklu sem að reyndi mjög á þá. En þetta er svona búið að kannski skilgreina þetta alveg upp á nýtt og það er náttúrulega ekkert annað heldur en bara aðlaga sig að því að ef að einhver einstaklingur upplifir að hann hafi lent í áfalli og það hafi gert það verkum að hann líti ekki glaðan dag eða hann sé að upplifa áfallið aftur og aftur þó að manni sjálfum finnist kannski áfallið vera frekar lítilfjörlegt og manni finnst mjög eðlilegt að viðkomandi gæti bara einhvern veginn hristið af sér og lifa með því að ef að einstaklingur gerir það ekki þá þarf maður að laga sig að því og meðhöndla á einhvern hátt og það er náttúrulega komin upp alveg gríðarlega mikil svona áfalla iðnaður, það er mjög margir sem er að vinna með áföll og áföll eru orðin svona daldið svona kannski eitthvað sem er tekið verulega á í dag. Með það sem ég hef verið að kynna mér og einn af mínum bestu vinum hefur meðal annars verið að vinna við, hann er sálfræðingur erlendis, hefur verið að vinna við fólk sem hefur verið í áföllum. Það nýjasta nýtt sé ég sá þú meir einmitt ekki fara inn í áfallinu með mjög takmarkaðan tíma vegna þess að þú vilt ekki festa heilan í að vera stanslaust og hugsa velta þér upp úr einhver áfalli. Já, þetta er komin á mjög hálan ís líka eins og oft í þessari umræðu að þarna eru en spurningin er þetta erum við með því að fara að vinna mikið í áfallinu, erum við að festa einstaklingin í áfallinu eða losa hann frá áfallinu? Já, þú ferði mjög takmarkaðan tíma inn í það til að gera ákveðina hluti á mjög ákveðin hátt, en svo þarf það að fara út úr því og það nýjasta nýtt er að fólk er látið bara að fara í súdökuþrautir og eitthvað sem letur það gleyma áfallinu á milli, það er ein kenning og svo er aðri sem að telja að þú er að fara alveg inn í áfallið og dvelja þar og þvílíkt og það er spurning hver er með bestan árangur og það er alltaf mjög erfitt að meta það náttúrulega En mér finnst þetta svo skemmtileg umræða að það er svona smá disclaimer að því þú sagðir þú ert komin á hálan ís sem er alveg rétt. Ég er einstaklingur sem er greindur með athyglisbrest, ég er greindur með kvíða, ég er greindur með áfallastreitu og ég skrifaði heila bók, ég veit ekki hvort að þú hefur eitthvað síðan sem kom út hérna fyrir 1,5 ári á eigin skinni og þar er ég raun og vera að tala mína vegferð að það er ekki fyrr en ég fer að átta mig á því að ég má ekki festa mig í þessum greiningum sem ég fer að ná einhverjum raunverulegum bata. Ég er búin að vera hjá sálfræðingi í mörg ár, ég er búin að vera hjá geðlækni í mörg ár, þannig að ég er í raun og vera bara að tala út frá sjálfum mér þegar ég segja að þetta er leiðin mín út úr þessu Já, og ég er náttúrulega berið mikla virðingu fyrir því og þetta er náttúrulega kannski svo leið sem að ég hef talað fyrir að maður festist ekki í einhverjum áföllum eða fari ekki að gera þau að aðal atriðinu í sínu lífi að maður fari svona að persónu gera sig við eitthvað ákveða áfall sem er orðið fyrir. En þetta er eitthvað sem hefur breyst alveg gríðarlega mikið og núna er mikil áhersla lögð á einmitt þessa áfalla vinnu allstaðar og þetta vitum við ekki í sjálfu sig hvert það mun skila okkur fyrir eftir kannski 10-15 ár. En það er rétt að taka það fram að auðvitað ef maður alls ekki að gera lítið úr áfallavinnu. Nei. En það er bara spurning hvernig hún á að vera og auðvitað segir þessi sjálft að það er alls konar meðferð sem getur verið skaðleg og náttúrulega saga geðlækninga er að mörguleiti saga alls konar tilraunastarfsemi og það má segja að margt af þessari tilraunastarfsemi var mjög skaðleg fyrir sjúklingin.
við getum tekið sem dæmi lobotómíurnar sem voru praktíseraðar hér á árunum í kringu 1950 að þar voru sko mörg þúsund sjúklingar sem voru lobotómeraðir að það var farið með eggjárn og skorið á milli tenginga í framheilanum. Alveg rétt. Og þetta var, menn höfðu trölla trú á þessu og töldu að þetta væri í raun og veru allra meina bót. En síðan kemur það í ljós að þetta var mjög skaðlegt fyrir sjúklingin og þá svona maður eins og Helgi Tómasson sem var þá yfirlæknir á Kleppi að hann varar mjög við þessu en hann var eiginlega sko lítið á handaldi sem svona einhvern falsbámann sem að væri í raun og veru að tala gegn viðurkenndri læknisfræði, viðurkenndum vísindum. Akkurat. En það er bara svo margt sem að í öllum þessum fræðum þannig að við vitum ekki svarið fyrir en eftir ákveðin tíma. Frábær punkturinn ég hef nefnilega oft hugsað þetta, af hverju með alla þekkinguna sem við höfum út frá fortíðinni, af hverju höldum við alltaf að við séum búin að höndla sannleikan í dag? Já, það er alveg rétt og þetta sjáum við náttúrulega líka bara í annarri læknisfræði og sjáum þetta náttúrulega í sögu geðlækninga að það er oft á tíðum sem koma upp svona einhverjar kenningar sem að njóta gríðarlega vinsælda og síðan einhvern veginn bara kemur í ljós eftir einhver tíma að þetta er eitthvað sem heldur ekki vatni eins og þetta er eitthvað sem að maður á ekki að praktísera. En hvað myndir þú segja teóríuna mína því nú þú geðlæknir og ég hef verið að halda dálítið að fyrirlestrum og tala mína vegferð þegar fólk hefur áhuga því og svona. Þá hef ég talað þetta með lyfin og svona. Ég einstaklingur sem hefur tekið lyfikvíða, lyfþunglindi, lyfjathyglisbresti. Að ég hef ekki á móti því að lyf séu notuð en þú verður líka að taka ábyrgð á þínu eigin lífi samhliða. Þannig að segjum sem svo að ég væri með athyglisbrest og athyglisbresturinn er komin bara algjörlega þangað að hann er farin að gjörsamlega rústa lífið mínu. Ég næ ekki utan eitt í höfðinu og ég hef prófað að taka konserta og það virkaði mjög vel á meðan það virkaði sko. Að þá gæti verið talsverður munur á því hvort það er skrifað upp og það fyrir mig bara já, sæll vertu hérna, bara er konserta og þetta mun bara hjálpa þér, vertu sæll. Eða það sagt við mig, heyrðu, við getum nota konserta hérna sem vopn í ákveðin tíma til að koma heilastarfsemin á aðeins betri stað til þess að geti notað það síðan til að byrja að vera minni í símanum, hreyfa þig meira og gera hlutina sem að munu hjálpa þér að draga úr athyglisbrestinum til lengri tíma og síðan munum við reyna að draga úr lifinu samhliða því. Værirðu sammálaði að þetta væri kannski nálgun sem að skortir stundum svolítið upp á í nútímanum þegar allir er að flýta sér og það er þessar skyndilausnir sko? Já, þetta er bara svo lausn sem að er víðast hvar notuð og til dæmis að ég hef verið að vinna á svona ADHD spítulum og klínikum út í Svíþjóð og þá í sjálfur sér fyrst sjúklingurinn sendur til ákveðina iðjuþjálfa eða eitthvað slíkt sem að fer í gegnum lífans og hvernig getur skipulagt lífið þitt og breytt í þannig að þú getur lært að lifa með þínu ADHD og síðan notuð lyfin. Þannig að það er svona farin kannski þessi leið sem að þú ert að tala en fyrst verður að reyna að breyta lífiðinu og svo færðu lífið þegar þú bara breyta lífiðinu. En er það ekki stundur svolítið öfugt á Íslandi? Það er algjörlega öfugt á Íslandi. Það er náttúrulega þessi sókn í líf sem á að breyta öllu og svona dálítið að hjálpa þér að komast í gegnum daginn og náttúrulega þessi líf eru amfetamín þannig að þau eru náttúrulega njóti vinsalda í áratugi. En aftur, mér finnst þetta að vera svo mikil kjarnaumræða sem við erum í hérna. Út af því ég var með Ólaf Darra hérna daginn, leikara, og hann talaði á mjög opinskáan hátt sína notkun á kvíðalyfjum og svefnlyfjum og hvernig það hefði hjálpað hann. Það að maður sé í umræðinu sem við erum í núna, þar að segja að maður vill reyna að nota allar aðra leiðir samhliða og helst bara eingöngu. Það þýðir ekki að maður sé að segja að lifi aldrei rétt á sér. Nei, alls ekki og að því ég nú verið svo náttúrulega mikið í sögu geðlækninga og skrifaði heila bókum Klepp og að þá náttúrulega áttar maður sig á því að heimur geðsjúkra og geðlækninga hefur gjörbreyst með tilkomu lyfjana. Einmitt. Og við vitum það að þegar áður en að lyfin komu til sögunar að þá voru mörg hundruð manns innlagðir á geðdeildir og Kleppi og annar staðar en síðan þegar lyfin koma þá er þetta að útskrifa allt þetta fólk og langflestir eru meðhöndlaðir heima hjá sér þannig að auðvitað þessi lyf þau hafa gjörbreytt bæði ásýnd geðlækninga og lífi þessa fólks sem að á við þessa sjúkdóma stríða þannig að auðvitað leggjum við mikla áherslu á það að lyfin að
þau virka og hafa áhrif en það svo margt annað sem þarf að koma til líka eins og bara einstaklingur sem þunglindur að það þýðir ekki bara að liggja upp í sófa og éta þunglindislíf og hann verður náttúrulega að gera eitthvað annað, hann verður að hreyfa sig og taka á mörgu öðru eins og bara félagslegum samskipti við annað fólk fara út og hreyfa sig, gætað mataræði, svefntíma og þvíumlíkt og þannig að það mjög margt annað sem kemur til. Einmitt. Hvernig myndur þú segja þegar þú byrjar að praktísera sem geðlæknir, ertu að starfa á Íslandi þegar þú byrjar starfsferðinni eða ertu úti? Ég byrjaði í Svíþjóð að vinna við geðlækningar. En svona, ég svona með skrýtna sögu þannig að ég byrjaði að vinna við geðlækningar í Svíþjóð, kem síðan heim og þá var ég búin 10 ár í Svíþjóð og fer að vinna fer að vinna fyrst við heilsugæslulæknir og síðan fer ég að vinna hjá S.A.A. sem í áfengismeðferðinni og vinn þar í mörg ár og það verður eiginlega svona inngangan síðan inn í geðlækninga þannig ég byrja hjá S.A.A. og síðan hætti ég þar og fer á geðdeildina og klára mitt sérnám í geðlækningu þar þannig að ég hef svona að ég ætla að spyrja í hverju megin breytingarnar fælust bæði aðbúnaði geðsjúkra meðferðinni frá því þú ert að byrja og þar til núna árið 2020. Það sem hefur breyst fyrst og fremst eru öll þessi samfélagslegu úrræði, það að segja öll þessi sambýli, að það vera að loka geðdeildum og fólk haft inni á geðdeildum í örfáa daga en ekki í margar vikur eins og einu sinni tíðkaðist og síðan komið öll þessi önnur úrræði inn í samfélaginu sem að náttúrulega gjör breyta aðbúnaði þessara einstaklinga og síðan bara mikið meiri meðvitund í samfélaginu fyrir þessum sjúkdómum og minni fordómar og þvílegt og fólk kemur og ræðir opinskátt sína sjúkdóma eins og Ólafur Darri og fleiri þannig að þetta svona orðin mikið opnari umræða. Einmitt. Hvar væri mitt, þar að því mér svo áhugavert ef maður hugsar þetta sem við erum búin að vera að tala með annars vegar kannski svona, ef við erum að tala kynslóðabilið og umræðuna þetta að við erum kannski stundum komin oflangt í að bómullavæða allt núna og öryggisvæða allt en kosturinn við það að við erum orðin opnar að tala hluti. Að ég var með Kára Stefánsson daginn og hann segir við mig það hefði nú örugglega verið fínt fyrir mig að tala kvíðamenn einhvern tíðan þegar ég var ungur en það bara datt engum í hug að tala kvíðan ef hann væri kannski 9 ára gömul stelpa Já, það jú. Þannig að það sem ég að segja að það voru gríðarlega framfarir og nú kannski ákveðið stökk að eiga sér stað hjá karlmönnum í því að þora, að því þú hefur talað til dæmis sjálfsvíg karlmanna og eitt af því kannski bara að það bara ofboðslega mikið að karlmönnum sem hafa bara engan til að tala við þegar þeir eru að glíma við gríðarlega erfiða hluti Já, engan til að tala við á þessum nótum þessi tilfinningalegu samskipti karlmanna eru allt öðruvísi heldur tilfinningaleg samskipti kvenna, það svona á hvaða hátt? Konurnar fara mikið meira á dýpið einhvern veginn, það svona meira að þær tala sína tilfinningar en kallar einhvern veginn eru ansi yfirborðskenndir og eru alltaf í vörn einhvern veginn og að ekki má finna einn höggstað á þeim og þess áttar. Finnur þú breyting á þessu? Já, kannski svona Erum við ennþá stífir? Já, við erum ennþá stífir en það svona það kannski eitthvað sem að þyrfti að breytast meira að kallmenn væru duglegri að tala saman og tala tilfinningar sínar og það hefur náttúrulega verið gerð mjög mikið gangskör að því og það kom að það fram alveg heil hreyfing þetta út með það og það átti þar að reyna svona að fá kallmenn til þess að tala meira tilfinningar sínar því að það náttúrulega eins og við vitum að úr þú varst að minnast á sjálfsvígin áðan að þá það svona afskaplega erfitt ef maður að horfa á þessa statistík eða tölfræðina, það eru alltaf svo margir ungir kallmenn sem svifta sig ári á hverju ári og mun fleiri ungir kallmenn sem svifta sig lífi heldur en ungar konur og hvað svo sem hverju svo sem að kenna en þar náttúrulega kemur þetta líka einhvern veginn. Þetta umræða sem að mínum að þetta kannski ekki tekið nú mikið. Að vísu hefur verið alltaf verið að ræða með gegnum tíðina hvort að umræðum sjálfsvík geti ítt undir sjálfsvík.
Ég get ekki verið sammála því. Nei, það alls ekki sko og það hefur ekki verið að sýna fram á það í neinu landi. Nei. En aftur á móti hafa menn svona reynt að hafa þessa sjálfsvígs umræðu svona kannski á þessum nótum að sjálfsvígið sé mikil tragedía, mikil harmleikur og þetta sé að ræða kannski ósigur einstaklingsins fyrir þunglindi og alls konar neikvæðum tilfinningum sem hann ræður ekki við. En ekki sem sé að taka þá umræðu að sjálfsvíði sé einhver yfirlýsing eða eitthvað þýðinlíkt. Þetta sé eitthvað til þess að sem sé töff og þannig að þetta sé eitthvað sem að svona gæti þá haft ákveðin smit áhrif og það það sem við erum alltaf hræddust við. En að því að rannsóknirnar benda til þess það ekki rétt hjá mér að sjálfsvíð hjá kallmönnum og sérstaklega ungum eru miklu algengar en hjá konum, en konur reyna oftar. Já, það reyna oftar og það er sem þá kannski að einhverju leiti bara ákalla hjálp. Það svona ákalla hjálp og svona ákalla á ákveðna athygli og hjálp og aðstóð og því lít bara og þetta er svona ákveðin yfirlýsing, mér líður illa. Einmitt. En kallmenn eru oft svona hvatvísari og fara þá alla leið, mjög mikið af ungu mönnum, þeir hafa gert eina tilraun sem að tekst, þannig að þeir gera ekki tilraunir áður, þannig að maður er oft algjörlega óviðbúinn því sem að þetta gerist. En þetta er gríðarlega flókin umræða og hvert sjálfsvíg er ferli sem að tekur ákveðin tíma. Það er mjög óalgengt að menn allt í einu bara ákveði svona upp úr þurru að fyrirfara sér. Þetta er ferli sem átt sér stað mjög lengi, margir eru á þessu ferli í mörg ár, marga mánuði, margar vikur og þá getur maður farið tilbaka í tíman og séð svona aðeins hvernig þetta hefur þróast og Nákvæmlega að spyrja á hvaða árum varstu að fara inn í S.A.A.? Ég byrjaði að vinna hjá S.A.A. 1985. Hvernig var að því nú finnst manni mitt búið að vera haldið fyrir eitthvað vel utanum þá sem að eiga við alkóhólism og stríð á Íslandi allavega á undanförnum svona segjum 10-15 árum. Hvernig var þetta á þessum tíma? Þetta var þetta var ekki, þar hefur lítið breyst í sjálfu sér. Það var mjög vel utanum þessa menn haldið og þessa konur og sem sé ég kem frá Svíþjóð og þá ég í sjálf sér búin að þróa með mér áfengisvandamál og hafði í sjálf sér áfengisvandamál kannski alveg frá því ég byrjaði að drekka og síðan þegar ég var í menntaskóla en gerði ekkert í þessu svona, þetta bara svona þvældist með mér og var svona eins og vondur förunautur eða svona einhver draugur sem satt á öxlunum að mér en var mér alltaf til trafala og alltaf vandamál og svona gerði það verku að mitt líf, það var allt öðruvísi heldur en vilja það hefði orðið en síðan stíði þetta gæfuspor þannig að þegar ég kom inn til Íslands og frá Svíþjóð og að vinna og því en litt og bara átta mig allt inn á því að ég verða hægt að drekka og það var ýmislegt sem að gera það verkum og þá hætti ég að drekka og þá fer ég til S.A.A. og fer að vinna þar 1985 og þar síðan í nokkur ár sem læknir og þetta var gríðarlega mikið gæfuspor í mínu lífi, þetta breytti öllu að hætta að drekka og fara inn í A-samtökin og ég fór að hlaupa og gerðist mikið hlaupari og svo fór ég að skrifa bækur í framhald af þessu og greinar og þannig að það var eiginlega að segja að ég hefði svona alveg tekið alveg svona þverbeygju í lífinu og breytti eiginlega öllu mínu lífi og svona minni lífsstefnu á þessum árum og þannig að ég svona afskaplega þakklátur S.A.A. bara fyrir það að ég varð edrú og síðan ég fekk vinnu þar og svona lærði á þetta og svo fór ég að lærði geðlækningar og fór að vinna við áfengismeðferð hjá Landspítalanum og þannig að þetta hefur svona var eitt af þessu stóru gæfusporum í mínu lífi. Þetta hefur verið svona vendipunktur í lífinu? Algjör vendipunktur. Nú þetta er aðdeglisbærsturinn gleyma hvað ég ætla að spyrja ég ætla að spyrja með ég alveg dottin út svona gerist þetta svona gerist þetta ég bara en þetta en þú ert að spyrja þannig að ég held að sjálfur sér hafi áfengismeðferðin, jú, S.A.A. hefur náttúrulega breytt svip síðan og byggt Það er þetta að koma inn á núna því ég er alltaf að vitni í viðmælendur og Ólafur Stefánsson, handboltamaður var einn af daginn og hann vill kalla þetta athygli snild
frekar en athyglisbrest. Já, það er Við kallum þetta athyglisnild þegar það er með svona margt í hausnum og ert að hlusta og gera og græja sko. En við erum að tala um unga kallmenn og þá einmitt þetta því ég er svona klassískt dæmi pabbi minn er sálfræðingur og hefur unnið með hérna, svo ég fara aftur inn á athyglisbrestin ungi kallmenn svona, þeir eru dálítið líklegri til þess að svona hérna og það hefur verið gerðar rannsóknir á til dæmis föngum og annað að því að mér er bara svona út frá sem orðum Ólaf sko að við erum í menntakerfinu, þar erum við svolítið búin að segja ef þú getur ekki sýnt ákveðnum hlutum athygli ákveðið langan tíma þá þarf að búa til greining úr því. Hvað myndir þú segja um það? Ég er að taka umræðan í allar áttir. Þetta er náttúrulega alveg rétt að mörgu leyti en auðvitað viljum við hafa þetta svona. Við viljum að sko ef að eitthvað barn er í miklum vandræðum með lestrarskilning og eða til mikið vandræði vegna þess að það er alltaf á yði og það getur ekki náð að einbeita sér og þá viljum við hjálpa þessu barni til þess að ná utan lífsitt. Jú. En ekki bara að gera eins og var gert þegar ég var í skóla að allir þessi krakkar sem voru í vandræðum að þeir voru bara settir í tossabekk og þeir bara voru þar og það var ákveðið náttúrulega stigma að vera í tossabekk og þá ef þú fórst í tossabekk að þá var ætlast til þess að þú færi ekki í landspróf og því það tossabekkur var eiginlega sko aðgöngumiði inn á einhverja allt aðra braut heldur en þessa menntabraut sem að hinir fóru sem lenti í besta bekk og þetta viljum við ekki að þetta sé þannig við viljum ekki að börn séu svona aðskilin á þennan hátt að allir fái tækifæri. En er hægt að, svo ég taki aftur svona kjarnaumræður sem við erum svolítið búin að vera með allan tíman, sem er hægt að ná framförum, eins og til dæmis í þessu, án þess að framförunum fylgi síðan líka þetta sem þú kallaðir öryggisfíkn og svona getur við fengið það besta án þess að það versta fylgi? Ég veit ekki, þetta maður alltaf að reyna að finna einhvern meðalveg að það sé ekki ofmikil stýring að einstaklingurinn fái að njóta sín og það er náttúrulega verið að reyna það í skólakerfinu og svo er skólakerfið alltaf undir gagnrýni, það er alltaf einhver sem að veit betur og talar um það að þetta skólakerfi sé í rúst og sé algjörlega ómögulegt en þetta eru allir að reyna að gera sitt besta og þetta með ADHD er náttúrulega dálítið barnsins tíma og við lifum á miklum ADHD tímum núna, þannig að þetta er að tala ADHD faraldur. Hver er þín skoðun á því sem læknir? Hversu mikið af því er raunverulegt og hversu mikið af því er algjörlega áunnið? Sko, ég held að það sé mjög mikið af þessu áunnið en ef við tökum börn, sko, við vitum það, þetta er svona sálfræðilegur, geðlæknisfræðilegur sjúkdómur sem að einkennist af því að fólk á bara mjög erfitt með að halda athyglinni eða einbeita sér að einhverjum ákveðnum hlut, það fer út og suður og við sjáum þetta hjá börnum en þegar ég er að byrja í geðlækningum og byrja í barna- og unglingageðdeild þá er bara svo skoðun ríkjandi að ADHD læknist á 18 ára afmælistaginn og það er ekki nokkur maður sem er áhyggjur af ADHD eftir það. Já, það er svoleiðis. Og það er bara, en þetta hefur komið kannski síðustu 10, 15, 20 árin að menn fara að greina ADHD hjá fullorðnum og allt í einu er þessi ótrúlega aðsókn í greiningu og mjög margir fá þessa greiningu og það er til dæmis einfalt að fá þessa greiningu og vilja það fá lyfjameðferð en sko... En er það ekki rétt samt að því að nú er pabbi minn talsverður sérfræðingur í þessu og að þetta getur orðið ýktara með árunum. Það er að segja að fólk með ADHD getur verið alls konar tilfinninga vandamálum og dóti sem virðist tengist heilastarfseminni. En við hljótum líka átt okkur verða að spyrja okkur spurningar. Hvernig stendur á því að tíðni ADHD hefur aukið svona ótrúlega mikið á þessum síðustu tímum? Og ég held að það sé að einhverju leiti vegna þessi síðustu tímar að þeir eru mjög hættulegir fyrir fólk með ADHD. Þetta endalausa áreiti. Væri ég myndi í raun og veru bara, og nú er ég bara að tala út frá eigin brjósti, ég myndi bara segja að það væri hægt að skrifa þetta á eitt hlut sem er bara gríðarlega aukin skjánótkun. Já. Því sko, það er spurning sko, geturðu sko fylgst með 4 netmiðlum og símanuðinum
og verið með skjáin á og verið að læra þýskar óreglulega sagnir allt á sama tíma. Er heilin hannaður til þess? Ég held ekki. Nei, ég held ekki, sko. Þannig ég held að það sé voðalega erfitt þess að þegar maður sér krakka í dag sem að læra og þeir eru með alla þessa skjái opna og tilbúnir og alltaf heyrist einhverju bing og þá er komin einhver myndband eða eitthvað inn á og það er voðalega erfitt þá að sitja og einbeita sér að einhverju, að einbeita sér þá að Hannibal og stríði hans gegn Rómverjum sko og för hans yfir Alpana og sko þetta er voðalega erfitt að gera þetta og er heilin bara tilbúin í þannig eða ég held ekki sko þannig og það má ekki að segja það þá og þannig að þetta er einhver leiti þannig að það er líka að kenna fólki að lifa með sín og ADHD að vera ekki að nota allt þetta áreiti að láta það ekki hafa áhrif á sig. Ég fór og gekk portugalska Jakobsveginn fyrir 3 árum og þá sleppti ég snjallsímanum, skildi hann eftir heima. Í flugvélinu á leiðinni heim, þá var ég búin að vera 1 í 2 vikur bara út í náttúruna að labba með engan síma og í flugvélinu á leiðinni heim var ég að lesa bók og svo fór ég á klóstið og þá horfði ég í sætaræðarnar og þá var fólk annarkvort í svefnmóki eða í skjáunum sínum og mér leiði eins og ég hefði fengið heilastarfsemina mína tilbaka á þessum 2 vikum af því ég var allt flugið að lesa bók bara eldskarpur með athygli allan tíman þarna sá ég það svolítið svart og hvítu hvað þessi mikla skjánótkun gerir fyrir mig en síðan, og ég var án snjallsímans í hálft ár en síðan fjall ég aftur og ég er alveg kolruglaður núna og verið en aldrei fyrir sko Já, þetta er bara náttúrulega því svo langar mann náttúrulega að nota Google Maps og mann langar að geta hlustað á bara eins og þetta hlaðvarp sem við erum að búa til þetta núna Já, en þú sér það að þú gengur núna í flugvél í dag fyrir kannski 10-15 árum og þá eru allir að lesa bók í flugvélni en núna eru allir með síman sinn eða einhvern skjá þannig að bókin hún á það undir högg að sækja og maður veltir fyrir sig hver verður framtíð hennar hvort að bókin fer sömu leið og geisladiskurinn eða platan að bara hverfi að vísu virðist vera dálítil ásókn núna í hljóðbækur Já, það er ásókn í það en ég nefnilega upplifði þetta þannig á mér því ég lesi yfirleitt mikið en svo kom tímabil þar sem ég finna skjánótkunni mín fyrir upp og mikið upp þá hef ég enga eyrið í mér að lesa og þá þarf ég að byrja svolítið að svona svo ég sletti að detoxa mig til þess þá þarf ég að byrja að bara og morgun les ég 3 blaðsíður bara til þess að byrja einhvers staðar og svo smám saman vinn ég upp þrekið í að hafa athygli í að geta lesið lengi í einu sko. En þetta sko það er einhvern veginn önnur athygli sem að er að lesa heldur en að láta mata sig af skjánum allt önnur og þetta er miklu ég hef lýst þessu þannig að sko kamilute getur verið mjög róandi en kamilute er ekki róandi ef þú ert háður heróíni Nei þannig að sko það er bók getur verið mjög stimulerandi fyrir heilan en hún er ekki stimulerandi ef þú ert búin að vera 7 klukkutíma í tölvuleik sko. Já, ég veit það Þannig að þetta er sko, þannig að ég held að ADHD sko, þessi bylgja af ADHD er náttúrulega líka út af þessum tímum sem við lifum á, sem eru gjörbreyttir. Það har aldrei verið annaðins áreiti á heilan og annaðins áreiti af upplýsingum og öðru slíku sem fólk verður einhvern veginn að tilenga sér og tæknin verður alltaf fullkomnari á mínu vinnustæðir allt í einu komið núna nýtt sko forrit fyrir tölvupóstinn og það er svo flókið að sko það er ekki fyrir nokkurn mann að skilja það sko þannig að krafan verður alltaf meiri og meiri að kerfin verða flóknari og flóknari þannig að kerfin aldrei taka yfir. Já. En hvað myndir þú segja að við færi þetta síðan yfir í enn eitt svona nútíma lífstílskvillan sem er kannski á mörkunum að kallast geðsjúkdómur sem er kulnun og kannski síþreita. Myndir þú einhvern nátt kannski færa rök fyrir því að þegar að maður er farin að yfir stimulera heilan svona mikið á hverju minnsta degi þá getur það síðan búið til kulnun? Já, engin vafa á því. Engin vafa á því. Og kulnunin er náttúrulega bara í fyrst og fremst streita og bara maður er búin að ofbjóða heilanum eða tilfinningalífinu og bara þolir ekki allt þetta álag og þennan hraða og allar þessar ákvarðanir sem þarf að taka og það er þetta sem að svíjandinn tala alltaf að keyra inn í vegginn, að maður bara ræður ekki allt inni við þetta, það er allt inni sem maður hafi bara keyrt á fullri ferðin í vegg og þá er maður náttúrulega komin í eitthvað þannig ástand. Og svíjarnir ekki svolítið undan í kulnunarumræðinni? Jú, svona, þetta er svona hluti, jú, þeir voru alltaf undan í þessari kulnunar umræðu, sko,
og það var líka svona daldið hjá Svíunum svona ákveðið tísku greining, þeir kölluðu þetta utmattningsdepressjón eða svona örmögnunar þunglindi og allt í einu var þetta orðið mjög svona algeng greining sko, utmattningsdepressjón og það voru erfitt að skilgreina þetta, hvernig þetta var og síðan fóru menn á örorku út af utmattningsdepressjón og svona þetta var daldið svona að greiningin var daldið á undan sko læknavísindin voru að elta greininguna átt að sjá því hvað greiningin þýddi og hverju hún byggði á og því líkt en hún bara valhoppaði áfram á undan læknunum sko og allt innan voru orðin óskaplega margir sjúklingar sem töluðu þessa utmattningsdepressjón og þar náttúrulega liggur þetta með kulnun sem náttúrulega streita, þreita og náttúrulega þetta sem ég hef skrifað mikið sem að mér finnst alltaf vera sko eitt aðal vandamál nútímans og það bara leiði, að fólki leiðist. Einmitt. Og mér finnst það alveg ótrúlega sko sorglegt oft á tíðum og mikið af því sem að við köllum í dag kvíða og þunglindi og alls konar hjónabandsvandamál og guðmá þetta bara leiði, fólki leiðist svo mikið. Hvernig skilgreinir þú leiða? Já, það bara allt svo leiðinlegt, það allt fyrirsjáanlegt í dag og það orðið svo, það orðið vandamál að lífið svo fyrirsjáanlegt, það svo lítil spenna í lífinu að þú veist alveg nákvæmlega, það líka náttúrulega með öryggishegðunina og allt það, að þá allt fyrirsjáanlegt, þú veist alveg hvernig þetta og þarna náttúrulega síðan koma inn þessir tölvuleikir sem ég kalla verkfæri djöfulsins og þú gengur svo langt? Já, ég hef alltaf kallað verkfæri djöfulsins tölvuleikina og að því ég held að þeir séu alveg ótrúlega skaðlegt fyrirbæri bara fyrir mannin og sérstaklega fyrir unga kallmenn sem að eru sérstaklega að verða háðir þessum leikjum, þetta eru leikir sem eru hannaðir af sálfræðingum og atferlisfræðingum og geðlæknum og öðru slíkum til þess að höfða til ungra kallmanna og þá erum við fyrst og fremst að höfða til þessar spennu fíknar að við séum að upplifa ákveðna spennu og fáum ákveðna umbun. En þegar þú talar leiða, leiðin þá ekki tilkomin eins og ég sagði áðan með kamilutið og heroínið, ef ég búin að yfirstimulera heilan á mig svona rosalega, þá verður allt svo leiðilegt í samanburði. Já, það upplifir maður til dæmis með svona mikla svona World of Warcraft fíkla sko, sem að eru í tölvuleikjónum alltaf bara og eru alltaf í World of Warcraft að sko venjulegt líf verður alveg ofboðslega leiðilegt. Það vantar algjörlega þessa spennu, það vantar þessa umbun, það vantar þetta að fara upp á næsta stig og fá umbun fyrir það og þýnilegt. En svona hjá venjulegu fólki þá einhvern veginn sko, það kannski þetta að lífið orðið mjög fyrirsjáanlegt og það fólk hefur meiri tíma í dag heldur en áður og það veit ekki alveg hvernig það á að eyða þessum tíma. Nú finnst manni samt vera algengasta afsökun nútímans að fólk hafi ekki tíma í neitt. Já, fólk hefur aldrei haft annað eins tíma eins og núna, því að sko allur þessi afþreyingar iðnaður, hann náttúrulega byggir á því að fólk hafi nógan tíma og hafi mikið meiri tíma heldur að haft þið áður. En sko, maður bara upplifir þetta oft svona þegar maður að kannski að, eins og í mínu starfi, maður að reyna að fara inn í kvíðan, fara inn í þunglindið og hvað það sem að einhvern veginn þessi kvíði byggir á, hverju kvíðirðu og hefur orðið fyrir þessu og gert þetta og svo framvegis og þá náttúrulega finnum við eftir fólki svona, það þetta tilbreytingaleysi, tilgangsleysi. Hver leiðin út úr þessu? Finna tilgang í tilveruna, mér finnst það skipta rosalega miklu máli. Ég gef mér að þú hafi lesið Viktor Frankl. Já. Og hann þróaði teóriu út frá þessu sko. Já. Að finna tilgang, það skiptir rosalega miklu máli og það náttúrulega sem við erum ofta að ráðleggja fólki að finna einhver tilgang. Ég var eins og með eitt svona World of Warcraft fíkil sko og ég var alltaf að reyna að fá einhver tilgang inn í lífans. Stakk upp á því að hann myndi fara og hlaupa, fara að æfa fyrir marathon eða hlaupa marathon, bara hann hefði eitthvað tilgang í lífi sínu í staðin fyrir að sitja í World of Warcraft. Og þetta svona, þannig að það það sem við út úr þessum leiða. Hefnaðist það? Nei, og ég veit það ekki hvort það hefnaðist, allavega hann hvarf mér sjónum. En það að reyna einhvern veginn að finna það eitthvað tilgang í tilveruna og þegar allt þetta, all þessi breyting sem að ég
geri á mínu lífi þarna upp úr 1985 þegar ég hætti að drekka, það byggðist alltaf á þessu að endurskipuleggja lífið, fá dálítið tilgang í tilveruna. Ég fór að hlaupa, skrifa bækur, gera þetta og gera hitt, þannig að sko að reyna að fylla lífið af einhverju sköpun. En er ekki heilin í okkur stundum frumstæðar og einfaldar en við höldum? Það að segja bara þetta með að ég ákveða að labba upp á fjall. Já. Þá er eitthvað innbyggt í kerfuna þegar ég kemst upp á fjallstoppin, þá fara eitthvað boðefni af stað. Jú. Og ég fæ einhvers konar, ég er hannaður til þess að ég fái einhverja, þegar ég geri eitthvað og áorka einhverju, að þá verðlaunar líka með mér með ákveðinni boðefnastarfsemi. Já. Og þetta er það sem hönnuðir tölvuleikjana vita. Þess vegna eru þeir alltaf með þessa litlu sigra í tölvuleikjónum að komast upp á næsta borð og það er umbunin sem að er dálítið sambærileg við það að fara upp á fjall. En þú ert ekki að fara upp á fjall. Þú situr inn í myrkruðu herbergi og borða pizzu sem þú lætur senda þér í pizzukössum og drekka kók á með því. Þannig að þetta er mjög svona óhollt líferni og umbunin er þess vegna mjög óholl því hún festir þig í þessu líferni og síðan verður þau mjög svona andfélagslega sinnaður og þú missir allar þína félagslegu færni og til það þess að ég kalla þetta verkfæri djöfulsins. Við erum örglega, sko, ég er alveg örglega ef maður, svo ég sletti aftur með svona disclaimer, að maður er örglega búin að stuða einhverja nú þegar bara með því að taka ákveðna umræðu hérna. En þessi svona fórnarlambs, sko það er ekkert gaman að því, sko ég er dálítið mikið búin að vera að tala um og talaði um það í bókinni minni að á endanum er engin annar að fara að gera þetta fyrir þig, sko. Maður verður að taka ábyrgð á þessu sjálfur. En það er ekkert sérstaklega skemmtileg skilaboð að maður langar að vera fórnarlamb. Nei. Og mér finnst þið svolítið komin stundum í þannig samfélag að það sé verið að reyna að færa upp í hendurnar á þeir endalaust af möguleikum til að vera fórnarlamb. Værirðu sammála mér í því? Það er að segja, sko, ert ekki örugglega með áfallastreitu, er ekki örugglega þetta, en síðan horfum við tilbaka og sér, við erum nú bara öll að gangi í gegnum eitthvað sem heitir lífið og við göngum öll í gegnum alls konar erfiða hlutir. Já. Jú, það er alveg rétt og náttúrulega það er ákveðin fórnarlambsvæðing sem er í samfélaginu og fólk náttúrulega leitar inn í þetta fórnarlambshlutverk vegna þess að það þýðir í raun og veru það að þú berð ekki ábyrgð á þinni líðan, það er einhver annar sem ber ábyrgð á því, það er eitthvað sem þú orðið fyrir og síðan ætlastu til að einhver annar muni leysa þetta fyrir þig. Það var kannski svolítið út frá þessu sem vorum að tala um áðan með að þetta með umbunar pælinguna sem vorum að tala um, að sá hópur sem að skilur þetta og sá hópur sem að gerir þetta er kannski ekki hópurinn sem þarf á þessum skilabóðum að halda. Það er að segja hópurinn sem þyrfti kannski mest að gera þetta og hópurinn sem er í versta ástandinu, hann á erfiðast með að tileinka sér. Já, það er alltaf þannig. Er það ekki svolítið svoleiðis? Það er alltaf þannig. En þetta er svona, jú, við erum náttúrulega í ákveðinu svona fórnarlambs samfélagi þó að það megi náttúrulega ekki nota það orð og það er afskaplega óvinsælt og maður verður mjög óvinsælt ef maður segir það. Af hverju má ekki lengur taka umræðu á Íslandi á þess að vera óvinsælt? Já, umræðan er náttúrulega mjög svona lituð og hún er náttúrulega lituð af þessari svona pólitísku rétthugsun sem ég kalla og sem margir kalla náttúrulega, það er ákveðin pólitísk rétthugsun sem að er ríkjandi og þú verður að halda þér þetta innan þess ramma ef þú ætlar ekki að verða mjög óvinsæll. Ég myndi alveg skilja ef ég yrði óvinsæll ef að ég væri beinlínis að tala illa um einhvern einstakling, en til dæmis við núna, við erum bara að ræða málin. Af hverju ætti einhver að stökkva upp til hand og fóta út af því? Já, sko, það er góð spurning og þegar ég hef sko skrifað eins og greinar um tölvuleikina þar sem ég mjög sterkar skoðanir á að þar ég fengi alveg ótrúlega sterk viðbröð, þar sem fólk er alveg sko kolbrjálað og það eís mig, en það er ekki meira að vera ósamála, sko, það eru slíka svívirðingar og sem að hafa dunið á mér fyrir þetta er dálítið eins og að snerta ákveðna heilaga kú í samfélaginu, sko, í samfélags, eða svona í þessari, í samfélagshugsun mjög margra. En þetta, og þetta til dæmis að einstaklingur beri ábyrgð á sínu lífi, eða það er svona, það er líka dálítið svona viðkvæm umræða, en þó að það sé eitthvað sem við erum alltaf að boða, að einstaklingur verður að bera ábyrgð á því sem hann gerir. Já, af því það er svolítið þannig að ef maður er í, ég er nú alveg upp af vinstri sinnuðu fólki og ég hef nú yfirleitt ekki átt mikið sameiginlegt með republikana flokknum í Bandaríkjunum, en ég var einu sinni í flugferð á milli Mexíkó og Bandaríkjun og satt þar við hliðin á manni frá, ég held hann að verið frá Wyoming eða Wisconsin, ég man ekki hvort það var, alveg glerharður republikani
og við vorum svolítið að ræðum þetta með þunglindi sko, og hann sagði, ég held að ef ég væri þunglindur ungu maður, þá væri það versta sem ríki geti gert mér, væri að byrja að borga mér mánaðarlega og leyfa mér að liggja upp í rúmi, vegna þess að það myndi taka frá mér alla sjálfsberga viðleitni. Og ég var að vissuleiti svolítið sammálunum, hafandi sjálfur verið ungur maður sem hafði glímt mikið við kvíð og þunglindi sko. Ég veist að það má ekki taka frá þeir sjálfsberga viðleitnina. Nei, en svo verðum við náttúrulega líka viðurkenna það að við erum að fást við sjúkdóma sem oft á tíðum svipta þig alveg sjálfsberga viðleitninni og stundum er fólk náttúrulega bara orðið það veikt að það bara er í rúminu og getur enga björsi veitt, þannig að við erum að sjá það líka. Að sjálfsögðu. En þetta verður alltaf þarna að fara í þennan milliveg, það verður að gera ákveðna kröfu á einstaklingin. Það er ekki bara að hann fari á einhverja bætur og því, það verður að gera einhverja kröfu á hann líka, hann komi eitthvað á móti. En talandi geðsjúkdóma á fortíðina, þú skrifaði bók þar sem þú varst að tala svolítið geðsjúkdóma á Íslendingasögunar. Já, það er eiginlega uppáhaldsefni mitt núna og ég er alltaf að vinna í því sko, ég er alltaf í Íslendingasögunum og Sturlungu. Og hver ertu búin að komast að þar? Sko, ég náttúrulega var í Íslendingasögunum, ég sjálfur sér bara komst bara þegar Íslendingasögunum að tilfinningar fólks, að þær breytast ekki neitt, að bara maðurinn er alltaf í raun og veru hinn sami, við erum alltaf með þennan grunn sem að maðurinn er og hann breytist ekki neitt sko, þú ert ekkert gáfaðri heldur en fólki sem var uppi hérna fyrir 1000 árum eða 2000 árum og þú veist kannski eitthvað meira, það vissi mjög margt eitthvað annað heldur en þú en sko, og þannig að fólk breytist ekki neitt, það eru svona sömu tilfinningarnar og þýnlitt og fólk verður ástfangið og hrifið og fólk verður þunglind og lendir í áföllum og þýnlíku og ég fór aldrei svona í gegnum þetta í Íslendingasögum og er að gera það núna í sambandi við Sturlungu og er þá kannski svona að horfa á þessar bækur með svona augum geðlæknis en menn hafa ekki gert það áður. Nei, og hvað kemur þá í ljós? Það kemur bara þetta í ljós, ég er að segja að maðurinn hefur ekkert breyst, að við erum alltaf að fást við sömu hlutina og við erum alltaf að fást við þetta, það eru þessar tilfinningar, það er öfund og afbrýðisemi, það eru dauðasyndirnar, það er hrokin, það er ágirndin, það er þetta sem að fólk sem að stjórnar fólki og óheiðarleiki og þvílíkt. Þetta er bara alltaf sama sagan og það er það sem ég kannski fyrst og fremst að kannski taka eins og Sturlungu og veltaði fyrir mér sko hvernig eru þessir karakterar eins og Kolbeinn Ungi og Gissur Þorvaldsson og Snorri Sturluson og fleiri og svona hverjir eru veikleikar þessara manna. Og einhverjir að þessum þekktu í Íslendingasögunum með þá eitthvað sem væri flokkað undir geðsjúkdóma í dag til dæmis? Já. Sko Egill Skallagrímsson sem ég kalla hann stundum afa minna, hann var náttúrulega með mjög marga geðsjúkdóma. Hann var örugglega svona með ákveðna síðblindu og hann var með geðhvarfasýki og hann var alkohólisti og var með mjög fjölmargar greiningar og á sama tíma er hann ofbeldismadur og gerir svona ýmislegt sem að er ekki alveg kannski korrétt að gera. Nú Grettir Ásmundsson var náttúrulega síðblindur og psykopati alveg frá barnæsku og fellur undir öll greiningar viðmið psykopatans. Þannig ég hefði mjög gaman að þessu að svona fara í gegnum sögurnar og kannski að lesa þetta alltaf á milli línana og sko sem geðlæknir og sem svona einhver svona alþýðu vísindamaður sem ég tel mig vera, þá kemur alltaf öðruvísi að þessu heldur en sko akademían eða hvað er að vera alþýðu vísindamaður? Það eru svona kall eins og ég, svona alþýðumaður sem er að lesa þetta með sínum augum án þess að hafa eitthvað prófi í íslensku eða prófi í bókmentum eða hafa stúdera bókmentarýni eða eitthvað þvílíkt og það er mikil hefð fyrir þess á Íslandi að það eru gríðarlega mikið til af svona köllum sem hafa verið að skrifa Íslendingasögurnar, skrifa Sturlungu og það er mjög mikið styrkleiki og það er náttúrulega þessi svokallega alþýðu menning og ég held að við höfum að bera mikla virðingu fyrir þessu að það sé ákveðin svona áhugi í samfélaginu fyrir þessum bókum og þetta sé ekki bara einhverjir vísindamenn við Háskóla Íslands sem séu að lesa þessar bækur og greina þær og stúdera þær, heldur að sé að líka einhverjir kallar og kettlingar út í bæ sem eru að velta þessu fyrir sér með sínum augum. Mér það skiptar rosalega miklu máli.
og þess vegna ég alltaf verið mjög ófeimin að skrifa þessa hluti og hafa einhverjar teóriur og þvíli sem bara eru það byggja á minni eigin lífsreynslu og minni sín og minni menntun sem er náttúrulega allt önnur heldur en þeirra sem hafa verið að stúdera bókmenntasögu. Akkurat. Þannig þetta skoða menn og greina menn úr fjarlægð í tíma, en svo sá ég að þú hefði líka verið að skoða og greina, eða svona aðeins, þú varst spurður út í það, greina mann sem í öðru landi, Donald Trump. Þú komst að þeirri niðurstöðu að hann væri ekki með geðsjúkdóm. Kári satt hérna í hjá mér og vildi meina að hann væri með sjúkdóm í heila. Það var mjög skrítið, sko, þar fór maður inn í svona ákveðna, sko, tilbúna frétt, að það var eiginlega búið að búa til fréttina að hann væri geðveikur og það var búið að segja að hann væri geðveikur og síðan kem ég kallaður þarna inn til að staðfesta að hann sé geðveikur og ég segi þetta sé stað þannig? Já, og síðan segi ég held að hann sé ekkert geðveikur og ég vil þá vita sko, hann fellur ekki að ákveðnum greiningar skilmerkjum ákveðina geðsjúkdóma, hann gerir það ekki. Við getum rætt endalaust hans siðferði og því, þá vorum við bara komin inn á þessa umræðu, eigum að stimpla allt sem geðsjúkdóm og hvað eiga greiningarnar eiginlega að ná langt utanum mann. Ég held að sko, Donald Trump sé að mörguleiti stórsnjall maður, hann er mjög klár pólitíkus og alveg ótrúlegt hvað hún tekst einhvern veginn að halda velli og einhvern veginn að halda þessum vinsældum og þvíumlíkt og þrátt fyrir allir mistök sem hann gerir, þannig að þetta er engin kjáni og þetta er ekkit einhver geðveikur maður. En þannig kemur líka inn í áhugaverð umræða því þú segir þarna þegar þú spurður út í þetta, hann sé ekki með geðsjúkdóm en hins vegar geta verið með persónuleikaröskun. Já. Sko því ég náttúrulega lærði sálfræði og en ég er orðinn svolítið ryðgaður og svolítið langt síðan ég var að læra sálfræðina. Þessi munur á geðsjúkdómi annars vegar og persónuleikaröskun hins vegar, sko. Það er svona, náttúrulega, þegar við tölum persónuleikaröskun, þá erum við að tala persónuleikan og svona ákveðnar breytingar sem að verða á honum og svona hvernig einstaklingurinn en með geðsjúkdómin erum við að tala ákveðin geðræn einkenni sem gerir það verkum að viðkomandi að svona hans líf er mjög mótað af þessum einkennum eins og að þessi þunglindi einstaklingur að hann kannski getur ekki annað en setið og róið fram í gráðið og velt fyrir sér endalokunum en svona þessi persónuleikaröskun er meira svona hluti af karakter einstaklingsins menn að geðsjúkdómurinn kannski svona kemur og fer En hvernig er það? Mér finnst það áhugavert bara út frá fræðunum persónuleikaröskun að því nú fannst mér þegar ég var að læra um þetta eins og það væri svona eitthvað sem þú ert þessi persónuleiki höfum við ekki svona fjölmörg dæmi fólk sem er kannski greint með einhverja persónuleikaröskun svo eins og þú varst að tala með sjálf og svo kannski hættir að drekka og þú hættir í toxísku ástarsamband og eitthvað og allt í henni persónuleikaröskun er bara dálítið mikið farin Jú, þetta sjáum við sérstaklega kannski með alkóhólið og alls konar vímuneyslu og þvíumlíkt og ákveðin svona lífstíl að það breytir manni líka og náttúrulega virkur alkóhólisti, hann er oft á tíðum mjög síðblindur og hann er að gera hluti sem hann á ekki að vera að gera og eigum þá að hengja á hann þessa greiningu eða ekki eða eigum að segja að það er eins og menn segja að þú getur ekki hengt neinar geðgreiningar og virkan alkóhólista, þú hafa hann edrú í einhverja mánuði ár áður hún getur vita hvaða karakter er sem kemur undan þessari vímu. Hvar stendur þú í því það er umræða sem ég hef líka tekið hér aðeins glæpavæðingu fíkniefna og þetta einhvern veginn að munurinn á því að horfa á einhvern sem glæpamann eða sjúkling? Ég er alveg sammála því sko að það á ekki að vera eldast við fólk fyrir einhverja svona litla neyslu skammta og þvíumlíkt eins og í sambandi við kannabisefni og þvíumlíkt og ég er alveg sammála þessu líka með þessi neyslurými og annað þannig þetta er alveg umræða sem að ég hef verið mjög jákvæður gagvart og finnst bara þetta sé svona bara þá erum við að færa okkur dálítið í svona þessa átt sem að nákvæmlega þjóðirnar eru. Já. Þú en það fór í gegnum átt að fara í gegnum þingið daginn en svo eru allir vinstri flokkarnir sem er að stoppa þetta Já, ég veit ekki hvað, ég skildi það ekki alveg en það er mjög áhugavert. Það er ekki pólitík bara? Já, pólitík. Og þú þegar við erum að tala aðeins bækur, mér langar að tala aðeins mér bækurnar og þú sagði mér því þegar ég var að undirbúa þess viðtalið í dag og séð þú svona einn af þessum einstaklingum sem er svona að gera býsna mikið. Þú ert með býsna margt á þinni ferilskrá. Og mér var svolítið gaman að sjá að þú hefði skrifað bók Megas. Já. Hvernig var það?
Sko Megas og ég erum frændur, við erum fjórmenningar og höfum alltaf dálítið haldið því á lofti sko og pabbi var þremenningur við sem séum mömmu Megasar og þannig að ég er búin að vita Megasi, við erum eiginlega jafn gamlir sko, hann er 3 árum eldri en ég, þannig ég er búin að vita af honum alveg frá því að við vorum samtíma 1 ár í menntaskóla og við höfum alltaf svona vita hvora af öðrum þó að síðan hafi leiðir skilist en svona síðustu svona 30 árin þá höfum við verið mikli vinir og félagar og brallað margt saman og talað mikið saman og síðan einhvern veginn bara varð það úr að þegar hann verður 70 að þá skrifa ég þessa bók hann sem er fyrst og fremst kannski vera að fjalla hans lífsverk. Ég er að taka allar plöturnar, allar hans bækur og tek lögin hans og við erum að velta fyrir okkur svona því sem er að gerast í samfélaginu á þessum tíma, hvað það er sem er rótin að þessu ákveðna lagi, hvað er hann að hugsa og þvílít og þetta er náttúrulega skrifað allt í samvinnu við hann og hann sagði mér allt þetta og veitti mér aðgang að þessu lífi sínu. Það er áhugavert af því ég hef skrifað núna, ég skrifaði ævisögu Jónínu B. Já. Og svo skrifaði ævisögu Jóns Páls sem var svolítið öðruvís af því hann var náttúrulega látinn, þannig að ég þurfti að tala við ættingina og svona. Og síðan núna svona einhvers konar uppgjörsbók eða samtalsbók við Björgvin Pál Gústafsson. Já. Og þetta er áhugavert ferli að gera svona, maður þeir sína einstaklingunum mikla virðingu og hvernig fannst þér það að þið náttúrulega eins og segir, þú ert búin að þekkja hann lengi, þetta er stórmerkilegur maður. Sko, mér fannst þetta mjög skemmtilegt og ég náttúrulega setti þetta líka sko ég var náttúrulega, sjálfur var ég sko náttúrulega hluti af bókinni, þannig að ég var að segja mína sögu líka samtímis og sögu vináttu okkar Megasar og hvernig ég hefði upplifað þessar plötur og hvernig ég hefði upplifað hann meðan hann var í sinni neyslu og síðan þegar verður edrú og hvernig svona hans saga hefur þróast og þannig að þetta var mjög skemmtilegt að skrifa þessa bók og gaman og hún fekk ágætar viðtökur og gekk alveg þokkalega í sölu og þetta var bara svona mjög skemmtilegt að gera þetta. Svo skrifaði einu sem fekk ekki sérstakar viðtökur. Já, það var skáldsaga sem gaf út árið 1997 sem hét Kvennamaður deyr. Okay. Og það hefur held ég engin bók sem að ég hef bara aldrei séð neina ritdóma sem að geta jafnast á við það sem að þá útreið sem að þessi bók fekk í fjölmiðlum sko. Hvað var það sem voru það gagnrýnendur? Já, gagnrýnendur voru mjög reiðir og hún þótti svo klúr og klámfengin og einhver kallremba og guðmáta hvað, það var eiginlega allt sem var að henni sko. Hún fór ágætlega af stað og var seldist ágætlega til að byrja með en svo komu dómarnir og þá var hún algjörlega skotið niður á færi og bara hrundi niður sko. Hvað bók þykir þið vænstum? Að bókunum mínu? Mikið alltaf vænstum fyrstu bókina mína, sem heit Íslenska kynlífsbókin. Alveg rétt. Já, og það er kannski það er vegna þess að hún var eiginlega svona þetta var eiginlega fuglinn Fönix sem að sko rís upp úr öskunni þá sko, þá var ég búin að einhvern veginn sanna það fyrir sjálfum mér að ég gæti þetta, ég var búin að vera edrú þá í 5 ár og ég hafði alveg gjörbreytt allir mínu lífi, var búin að hlaupa 2 maraþonhlaup og svo kom ég út þessari bók og ég man sko, ég fór með bókina, fyrsta eintakið og fór að leiði föðu míns og einhvern veginn bara til að sýna honum bókina og grét, svona, mér fannst einhvern veginn þetta væri bara, að þetta var, ég var búin að sanna fyrir sjálfum mér að ég gæti þetta, ég gæti alveg gjörbreytt mínu lífi og gerði það svona með því að skrifa þessa bók, með því að hlaupa og hætta að drekka og því, þannig ég er alltaf langt hrifnastur af þeirri bók. Íslenska kynlífsbókin. Hvað var hvernig tækla maður svona stórt viðfangsefni? Já, þar byrja ég að nota Íslendingasögurnar sko. Þannig að þá nota Íslendingasögurnar og er að vitna Íslendingasögurnar og teka ákveðin svona kynlífsvandamál í Íslendingasögum eða bý til kynlífsvandamál inn í Íslendingasögurnar og því og reyna að skýra út alls konar hluti í nútímanum með því að fara tilbaka í sögurnar og svo var ég náttúrulega líka að segja frá kynlífi Grikkja og Rómverja til forna og því. Þannig þetta var bara mjög skemmtileg bók, var gefin út af Almenna bókafélaginu og svo fór það nú reyndar í þrot bara held ég árið síðar og en þeir voru mjög flottir á því, það var ekkert til sparað, pappír, myndefni, allt, þetta var rosalega flott bók. Já, ég man eftir henni. Já, mjög svona mikið myndum og þínlið, þannig að þetta var mjög flott bók og ég er alltaf voðalega svona ánægður með þessa bók og finnst hún
það verið svona, já, svona minn stærsti sigur á þessu sviði, sko. Hljópstu maraþónin á Íslandi eða? Nei, ég byrjaði á því að hlaupa maraþonhlaup í New York og svo fór ég til Berlínar og hljóp maraþonhlaup og hljóp 2 maraþonhlaup þar. Þetta var svona aldrei hluti af þessari algjöru lífstílsbreytingu sem átti sér stað þarna og þá var þetta svona hluti af þessum tilgangi sem að ég alltaf að kannski prédika að maður verður að finna sér einhvern tilgang í lífinu, hvort sem það að hlaupa maraþonhlaup eða gera þetta eða gera hitt, en maður hafi eitthvað sem að stefnir að þetta sé ekki bara þetta að sko hafa engan tilgang og finna engan tilgang, lífið fyrirsjáanlegt og lífið bara svona djöfull leiðinlegt og það svo... Fórstu eitthvað í utanvegarhlaupinu? Já, ég hljóp eiginlega reynda að hlaupa Laugaveginn einu sinni en gat ekki alveg klárað hann, sko, svo ég ljúi nú engu. Nei, það mjög freistandi að ljúga því, sko, ég hlaupið hann en ég ætla ekki að gera það, því ég er í heiðalegu prógrami, sko. Já, einmitt. Það annar geðlæknir sem ég þekki, hann Högni, hann hljóp Laugaveginn. Hann búin að hlaupa Laugaveginn, hann var náttúrulega mín fyrirmynd í byrjun, sko. Já. Hann var Íslandsmeistari í maraþonhlaupi og ég náði náttúrulega aldrei neinum árangri eins og hann, en það byrjaði mikið seinna, en hann var mín fyrirmynd í mjög mörgu og við höfum unnið mikið saman í gegnum tíðina, bæði í sambandi við hlaupin og sjálfsvíin og geðlækningar og fleira. Bara frábær náungi, sko. Merkilegu maður sko, gáfaði maður, skemmtilegu maður. Já, ég tek undir þar, sko. Hæðislur. Það er svo margt sem við getum rætt en eitt sem við ætlum að tala var þetta með kynleiðréttinguna. Já. Sem að því þú ert búin að vera svona svo í sletti involveraður í það í langan tíma. Já, það er alveg rétt að segja Ólafur Ólafsson landlæknir, hann eiginlega bjóð til ákveðna grúppu lækna í kringum transgender fólk og þeirra vandamál 1996 eða 97 og hann hringir í mig og þá hafði ég gefið út kynlífsbókina og eitthvað fleira og þannig að hann hélt að ég hefði áhuga á þessu máli og bað mig að koma inn sem geðlækni og þannig að hann eiginlega býr til svona teymi sem var dálítið að erlendri fyrirmynd að þarna var geðlæknir og lítalæknir og kvensjúkdómalæknir og svona hormónalæknir og þannig að hann bara býr til þetta teymi og ég er ennþá í þessu teymi. Teymi sem að ákveður? Þetta var teymi sem að Landspítalinn sem er rekið innan Landspítalans sem að þýðir það að einstaklingur sem að vill sem sé leiðrétta eða staðfesta kyn sitt og á því að þetta kyn sem að honum var úthlutað við fæðingu sé ekki rétt að hann leitar til spítalans vegna þess að þetta er læknisfræðilegt ferli. Akkurat. Og hann leitar til spítalans og þá er ég svona kannski þarna í fyrsta víglínan sem hann mætir, eða fyrsti einstaklingur, kannski ekki að tala um víglínur, en svona fyrsti einstaklingur sem hann mætir og það er þá á geðsviði fer fram svokölluð greiningarvinna, þá fer hann í gegnum nokkur viðtöl og fer í gegnum greiningarviðtöl á sálfræðingi og viðtöl hjá mér og félagsráðgjafi þegar hann starfaði með okkur og þannig að við erum bara átt okkur á því hver eru vandamál þessa einstaklings. Það sem að einkennir þetta er fyrirbæri sem við kallum kynama, að maður sé ósáttur eða líði illa með sitt eigi kyn og svona sín kyneinkenni, hvernig lýsir það sér, hvernig byrjaði það og þá er svona ákveðin typisk saga sem að við fáum stundum fram að þetta hafi svona byrjað annarkvort tiltölulega snemma eða hafi komið fram á kynþroskanum. Og það er þá sem að einstaklingurinn fer að vera meðvitaður sitt eigið kyn og stúlkurnar verða meðvitaður brjóstin og ef að þeim finnst að þær séu fæddar inn í vitleysan líkama þá verða brjóstin mjög mikið mál, mikið kynami og þetta er eitthvað sem við metum þarna og síðan metum við það að ef að einstaklingurinn er transgender og þá náttúrulega vilja eiginlega allir fara á hormóna og þá náttúrulega bara er það og síðan fara með hormóna og síðan ef að fólk vil fara áfram í aðgerð að þá þurfa að meta það hvort það sé einhverjir geðsjúkdómar eða einhver önnur vandamál sem gerir það verkum að viðkomandi eigi mjög erfitt með að fara í gegnum þetta ferli því að þetta er mjög erfitt og krefjandi ferli
þetta sennilega einhver erfiðasta og flóknasta breyting sem hægt að gera á lífi sínu. Þetta hlýtur að vera þetta hlýtur að vera gríðarlega krefjandi ferli fyrir einstaklingin. Þetta mjög krefjandi ferli fyrir einstaklingin og alla í kringum hann. Þetta mjög krefjandi fyrir aðstandendur og þeir náttúrulega... Af hverju krefjandi fyrir aðstandendur? Bara, þetta ákveðin sorg. Þetta oft á tíðum fólk að upplifa það að sonurinn sem að þau eru búin að ala upp og umganga sem son sinn í 20-30 ára, hann vil allt í einu vera stúlka og þá þarf að venjast þeim veruleika að sonurinn fer og stúlkan kemur í staðinn, þetta sami einstaklingurinn en þetta oft mikið áfall, mikið tráma, oft á tíðum að það líka að tala við foreldruna, þannig að það í þessari greiningarvinnu venjulega fjölskylduviðtöl, þannig við reynum að tala við sem flesta úr fjölskyldunni og þá fyrst og fremst kannski að fræða og segja hvernig þetta ferli og í hverju það felst. Það algilt? Ekki oft kannski þannig að aðstandendur hafa vitað lengi að einstaklingurinn sé í röngu kynni og það sé... Það bæði og. Stundum hafa vitað lengi og stundum kemur það algjörlega eins og þruma úr heiðskjur lofti og fólk hefur ekki haft hugmynd að þetta stæði til að viðkomandi væri ósáttur við sitt kyn eða sín líkama. En þetta teymi, hefur það komið fyrir að einstaklingi hafi verið hafnað? Já, það hefur einhverju verið hafnað eða svona kannski frekar þá svona reynt að takmarka þær aðgerðir sem gripið til. Og hvað það þá sem veldur því? Það venjulega það einhver alvarlegur geðsjúkdómur sem sem lýsir sig bara að einstaklingun með mjög brenglað raunveruleika skyn eða viðkomandi í mikill vímuefnaneyslu eða eitthvað þvílið, þá þarf að bara leiðrétta það eða ná tökum og geðsjúkdómi áður en haldið lengra. En getur ekki verið kunstugt að meta þetta? Þetta mjög erfitt að meta þetta en þess vegna finnst mér mjög þýðingamikið að þetta ferli sé eins og það að þetta taki ákveðin tíma, þetta það stór ákvörðun og þetta óafturkræf ákvörðun, þannig að þetta megi alveg taka 2-3 ár. Eru hormónameðferðirnar þær flóknar, þetta mikið? Nei, það ekkert vola flóknar, það bara gefin í raun og veru reyndar á unglingastígi, þá oft gefin svona hormónablokkarar til þess að eiginlega tefja fyrir eða fresta kynþroskanum og þannig að þá einstaklingun hafi meiri tíma og svona til þess að koma í veg fyrir að svona hann fái þessi ákveðnu kyneinkenni sem að koma á kynþroskaskeiðinu en þetta fullorðna fólk sem ég fyrst og fremst að fást við að þá fara náttúrulega langt flestir á hormóna og þá fá þeir bara hormóna hins kynsins og það eru ákveðnir innkirtlalæknar sem að sjá það en það ekkert flókin meðferð. Estrogen og testosterón. Já, það það sem menn fá og svo fá menn testosterón blokkara líka eða eru á kallmenn sem fá testosterón blokkara, fá östrogen og testosterón blokkara. Það hefur væntanlega orðið mikil breyting á öllum þessum árum að því maður man eftir því bara fyrir 25 árum kannski að þá voru þetta rosalega fáir einstaklingar eins og Íslandi. Þetta hefur orðið alveg ótrúleg breyting á þessum árum og sko þegar ég að byrja þessu og þá reiknum við með því að nýgengið, það að segja þeir sjúklingar sem komið til okkur á ári hverju séu kannski 1 til 2 á ári en það hefur orðið mikil aukning, núna eru þetta svona kannski milli 45 og 50 nýjir einstaklingar sem komu á ári og kynjahlutföllin hafa breyst líka, það eru fleiri konur sem koma heldur en gerðu áður þannig að allt þetta hefur breyst og það náttúrulega vegna þess að umræðan orðin mikið opnari og transfólk í dag það hefur rödd og það hefur transsamfélagið á Íslandi og Trans Ísland, þetta eru mjög sterk samtök sem hafa mikil áhrif og ég mjög ánægður með það hvernig þetta verður alls saman þróast þetta mikil sigur finnst mér fyrir transhreyfinguna og ég mjög ánægður með það Hvað með aldurinn, af því þú talaður unglinga áðan einhverja reglur með hvað einstaklingur þarf að vera orðin gamall Við höfum, sko við miðum fyrst við 18 ára í sambandi við hormónana en núna farið að gefa hormóna yngra fólki krosshormóna alveg niður í svona 16-17 ár þó það sé nú ekki algengt en venjulega miðað við 18 ára aldur og
það miðað við það. Mér finnst sjálfur sér ekki kannski, mér finnst það allt í lagi, sko, en svona það farið í stöku tilviki, farið niður þegar greiningin alveg kristaltær og svona engin önnur vandamál sem að flækja stöðuna, þá kannski farið að stað aðeins seinna. Aðeins fyrir sig, 16-17 ára. Langar aðeins að færa umræðuna aftur yfir í þó að ég hafi lofað þér að tala ekki COVID, að því þú erum að nefna Svíþjóð alltaf oft. Langaði bara að spyrja þig, hvað finnst þér þessa leið sem Svíar að fara? Ég veit það ekki. Er það bara sagan sem mun dæma það? Já, ég held að sagan mun dæma það, sko, en ég held að þeir hafa náttúrulega gripið til alls konar ráðstafana, en það hefur kannski verið munun að þeir hafa svona frekar verið að höfða til almennings, þeir hafa ekki gefið út þessi ströngu fyrirmæli eins og eru gefin út hér, en þannig að það er hérna þetta munurinn, sko. Er ekki, sko, því það svolítið kannski komið þangað í þessari umræðu að þeir sem að því mér finnst einhvern veginn, ég horfi svolítið á þetta eins og trúarbröð, maður verður að bera virðingu fyrir því að við erum öll með ólíka skoðanir á þessu. Þetta gerðist bara 1, 2 og 3 og við erum öll einhvern veginn að læra inn á þetta og aðlaga okkur, en manni finnst eins og þeir sem eru kannski smeykir við eftirlitssamfélag, þeir sem eru smeykir við stórabróðursamfélag, þeir sem eru smeykir við bara aukið eftirlit, aukna löggæslu og allt þetta, að þeir séu svolítið útrópaðir alltaf sem einhverjir hægri sinnar og neofasistar það var mikið þannig, sko. En ef maður horfir á mannkynsöguna, að þá það náttúrulega bara þannig að það eru herir, ríkisstjórnir og lögreglur sem að hafa dálítið mikið verið að drepa fólk. Já. Þannig að skilur, með fullri virðingu fyrir öllu hinn, þá finnst mér svo aftur þetta með að við höldum alltaf að við séum komin á einhvern punkt sem að mannkynsöguna mun ekki endurtaka sig. Já. En ég hugsa einhvern veginn þegar maður er komin inn í þannig ástand núna, að því ég er nú búin að vera í 4 löndum eftir að COVID byrjaði og mér finnst ríkisstjórnir allra landana að vera að selja sínum þegnum að ástandi sé nú mjög gott hjá okkur, en við þurfum að passa landamærarna því þetta er svo slæmt í útlöndum. Og það fyrsta sem ég hugsa nú uppgangur þjóðernishyggju í heiminum, sko. Já, þetta er náttúrulega gjörbreytt öllum landamærum í Evrópu og því allt í einu er komið landamæri eftirlit og þessir þegnar með að koma inn í þetta land og ekki hinir því stjórnmálamenn eru náttúrulega alltaf í vandræðum með að það eru efnahagskreppur framöndan, því fólk kýs þá í burtu þegar efnahagskreppur, þannig að mér finnst þessum ráðandi ríkisstjórnir allstaðar í heiminum í stórkostlegum vandræðum með sínu PR-fólki að reyna að finna leiðir hvernig þið geta náð endurkjöri. Já, það er alltaf sama. Og þá kemur þessi spurning, hvernig er best að gera þá? Þá er kannski svolítið þægilegt að benda á að það sé nú einhverjir hérna í útlöndum sem eru meira vandamál en við, sko. Já, og svona þetta og náttúrulega kenna einhverju að það hafi eitthvað brugðist hjá einhverjum öðrum og því líkt að við höfum hleypt einhverju fólkin í landi sem að hefði ekki átt að koma inn og það er þá einhverjum að kenna í útlöndum einhverstað annar staðar en þetta er náttúrulega mjög alvarlegt ástand í sambandi við þetta en svo við klárum þessu umræðu með trans með transhópin að þá hefur þetta náttúrulega bara gengið í sjálfu sér ágætlega, finnst mér, en þetta er bara eitthvað sem er í gríðarlegri gerjun og það er mjög mikið að breytast í öllu þessu í sambandi við þessa einstaklinga og í sambandi við þennan málaflokk. Og er ekki yngri kynslóður líka einhvern veginn? Yngri kynslóður er mikið opnari og svona, þannig allar þessar skilgreiningar á kyni og kynhneigð og hver er ég, að þetta er orðið allt saman mikið opnara í báða enda og ekki þessi svona kassakenda skilgreining sem að við erum kannski aldrei upp við og þetta hefur breyst mikið og bara innan transgeirans að frá því að ég byrjaði þá er alveg komnar upp nýjar skilgreiningar að þegar ég er þá er þessi tvíhyggja, það sé bara 2 kyn, þessi kallar og konur, en nú eru komið þennan hóp sem er hægt á milli sem að kalla sig kynsegin eða non-binary eða gender fluid eða það eru mörg orð yfir það og þetta er náttúrulega ákveðin áskorun líka fyrir meðferðarkerfið vegna þess að meðferðin verður að vera mikið sveigjanlegri þegar greiningarnar er orðna fleiri og hópatir orðna fleiri, þannig að við erum að aðlaga meðferðina að þessum breytingum, þannig að svona teimi eins og transteimi, að það verður alltaf á tánum og það er í efastum að það sé mörg svona svið innan læknisfræðina sem taka eins
ótrúlega miklum breytingum eins og þetta bara öll þessi hugsun í sambandi við skilgreiningu á eigin kyni, á eigin kynhneigð og hver ég og því. Þannig að þetta allt saman eitthvað sem að er að breytast og við þurfum að vera mjög meðvituð það og það er engin svona stóri sannleikur sko, sem er þarna. Og þetta á eftir að breytast enn frekar og öll þessi meðferð á eftir að breytast og það er ákveðin krafa innan transsamfélagsins að þessi geðgreining, þessi greiningavinna, að henni verði algjörlega sleppt, að það verði bara upplýst samþykki að hver sem er og vilji leiðrétta sitt kyn eða staðfesta sitt kyn, að hann bara geri það, fái hormóna og síðan aðgerð. Og kannski verður það í framtíðinni, ég veit það ekki, en eins og þetta er núna þá hefur samfélagið sem að náttúrulega borgar þessa meðferð að þá hafa alltaf sett þessi skilmerki þetta inn að þú verður að fara í gegnum ákveðna greiningu og því nýtt, en ég veit ekki hvað framtíðin sem er þá kannski, er það þá að hugsa þannig að þú verður að sína ákveðna staðfestu í þessari ákvörðun yfir ákveðin tíma? Já, að ákvörðunni sé rétt sko, það er það sem að menn eru alltaf hræddir við, það er það að viðkomandi sjáu eftir öllu saman. Hefur þú orðið vitni á þannig tíma? Já, sjálfsögðu, við höfum orðið vitni að því að einstaklingar hafa vilja breyta sér tilbaka. Og hvað er gert þá? Þá verður bara breyta þeim tilbaka ef að það er hægt, en það er náttúrulega vel að búa að gera eitthvað sem er óafturkræft, þannig að breytingin verður aldrei alveg fullkomin. Og það eru ákveðnar kona sem að fer á testosterón, kona sem að er þá orðin transmaður og fer á testosterón, að testosterónu breytir röddinni þar hún verður dýpri og verður djúp. Og ef að þessi viðkomandi einstaklingur að hann sem sé vill síðan fara tilbaka og verða aftur kona, fara eitt í sitt gamla identity, að þá verður röddin áfram mjög djúp. Þannig að sko, það skiptir rosalega miklu máli að það sé ekki verið að gera neitt sem að breytir einstaklingnum sko til frambúðar nema mjög vel yfirveguður á því. Og þetta skiptir rosalega miklu máli og þetta er alltaf það sem við höfum alveg unnið samkvæmt þessu og þetta er náttúrulega við höfum alveg unnið samkvæmt svona alþjóða reglum og verið í miklu svona alþjóðlegu samstarfi. Já. Mér langaði að spyrja það bara svona rétt í lokin því þú ert nú mjög svona hraustur og berð aldurinn vel og svona. Þú talar um tilgangin og allt þetta. Já. Hvað ef þú ættir að gefa bara fólki ráð? Hvað á maður að gera til að eldast vel? Hvað á maður að gera til að halda lífsgleðinni? Sko, ég held að skiptir rosalega miklu máli bara að lifa heilbrigðu lífi og hvað er að lifa heilbrigðu lífi? Ég held að maður er ekki að drekka og ég drekk ekki til dæmis, ég reyki ekki, ég hef aldrei reykt. Ég hef reyndað þetta óheilbrigt samband við mat, það er ákveðið vandamál. Hvernig þá? Ég er svona einn af þessum mönnum sem að borða of mikið og er búin að fara í 301 megrunarkúr sko, held ég bara á þessu ári og þetta gengur aldrei neitt sko, þannig að ég er með þetta óheilbrigða svona samband, matur og ég, við eigum svona jákvæðinu óheilbrigðu sambandi, en svo finnst mér skipta alveg ótrúlega miklu máli að hafa einhver tilgang og að vera með einhvern áhugamál, þannig að ég er með alveg ótrúlega mikið áhugamálum, það er að lesa Sturlungu og Íslendingasögurnar, skrifa þetta, velta þessu fyrir mér, ég hef verið að gæta og til þess að maður geti verið að gæta eða leiðsegja þá maður alltaf að vera að lesa einhverja bækur Ísland eða velta þessu fyrir sér, velta sögunni fyrir sér og þannig að ef maður er að ferðast landið þá sé maður alltaf mjög vakandi fyrir því sem maður er að sjá. Þannig að maður sé svona mjög bara lifandi, lifi lífinu lifandi. Þarf fólk ekki að vera mjög meðvitað þetta því að, svo ég vitni nú einu sinni í Kára sko, þegar hann var hann talaði þetta með gulnununa, það gerðist ofta eitthvað upp úr fertugu að þá glataði fólk drauminum og þetta er dálítið tilgangslaust allt. Já, ég er dálítið ósammála þessu vegna þess að mér finnst oft á tíðu sko að margir ég var fertugur tæplega fertugur þegar ég breytti öllu mínu lífi til hins betra og ég skrifaði grein þetta einu sinni sko þetta jákvæða við það að verða fertugur. Ég er enda að teka undir þetta. Mér finnst tilgangurinn minn hafa aukist með árum. Já, og þá komst bara raun það að mjög margir rithöfundar, einu sinni hefði ég getað sko rablað upp svona nokkrum nöfnum, að þeir skrifuðu sína bestu bækur eftir fertugt, eða þeir byrjuðu að skrifa þá. Og sko þannig að það er ákveðin svona tímamót
en eftir því sem maður eldist þá kannski áttar maður sig á því hvað er það sem ég vil og þá skiptir rosalega miklu máli að eyða ekki tímanum í eitthvað bull eins og að vera að drekka eða hanga í tölvuleikjum svo ég farið þangað enn eina ferðina og sko að maður sé svona meðvitaður það að það eina sem að kannski skiptir máli í þessu lífi það er tíminn og að nýta hann vel og það finnst mér vera það sem ég finnst alltaf skipta mjög máli og svo náttúrulega er allt þetta annað eins og að vera í góðu sambandi við sína nánustu, vera í góðu sambandi við maka sinn og börnin sín og allt þetta er allt saman bara þetta er náttúrulega einfaldir hlutir en þetta er náttúrulega sem hefur Það er lygilegt hvað það búið að rannsaka mikið hvað félagsleg tengsl hafa mikil áhrif á heilsu Já, félagsleg tengsl hafa rosalega mikil áhrif og bara þetta sem sé að það er náttúrulega eitthvað sem ég sé í mínu starfi, það er þetta hvað það er skaðlegt að lifa í mjög vondu hjónabandi. Það er bara eitthvað sem er heilsusamlegt. Það er mjög skaðlegt fyrir heilsuna, og ekki heilsusamlegt, en skaðlegt fyrir heilsuna. Og þessi þegar að hjónabandið kannski einkennist af stöðugum rifrildum eða spennu og fílustjórnun og þessu öllu saman, þá það er bara mjög hættulegt að lifa í þannig sambandi og það er bara eins og að vera að hjóla hans á hjálm sko þetta er svona mjög hættulegt bara að lifa þannig Við ekki að láta það vera lokaorðin Jú, Dásamlega að fá þig hérna í heimsókn Já, þakka þér fyrir Takk sem leiðis